Velkomin á Frelsi TV. Ég ætla að vera með live hér og nú. Sýnist þetta að virka ágætlega hjá mér í kvöld. Það er að segja 12. En það eru gerðar töluverðar kröfur á að liveið sé reglulega og við vorum nú búin að sameinast þennan tíma að reyna að vera með þetta á föstudagskvöldum, meina ég, klukkan 7. Og þannig að hér er ég og þið getið bloggað undir vefsíðuna. Ég skal bara sýna ykkur hvar. Já. Sjáið, hérna er kallinn að blara. Það sem þið eru að horfa á núna, vonandi og væntanlega. Og hérna undir er komment, sjáið þið. Og þar er hægt að skrifa komment. Error, já, nice. Já, það virkar ekki, jú, þetta koma, sjáðu, komment. Það stóð eitthvað á sér í fyrsta kastið. En ég ætla að byrja á því að fjalla aðeins hérna mjög athyglivert myndband sem var á Red Eyes Radio rásinni. Og ef að þið eruð ekki áskrifundur að henni á YouTube þá fáið þið mínus í kladdan fyrir það. Já, þið megið láta mig vita hvernig þið heyrið í mér eða hvort þið heyrið í mér og hvernig. Hvort það sé í lagi með hljóðgæðin og já, hérna eru menn að melda sig inn, glæsilegt. Það er bara gaman, sjá fólk mæta á svæðið. En já, sem sagt, Red Eyes Radio. Það er hérna á YouTube-inni, Red Eyes Radio. Og þeir eru með vefsíðu og mjög aktífur í þessari samsæringadæmi. Og mjög skemmtileg vídeo sem þeir gera. Ég hefði meira sér áhuga á því í framtíðan að gera svipuð vídeo. En hann var að tala við þennan gaur hérna. Libido þetta er bókin hans. Libido Dominandi. Og hérna Michael Jones heitir hann. Sexual Liberation and Political Control. Fólk nefnilega áttar sig ekki á því hvað kynlíf klám er notað í hernaðarlegum tilgangi. Og það er gert með svolítið í Indlandi. Þar er bara klámbylgja í boði New World Order. Hverju sem það við erum búin að fara yfir það 1000 sinnum. En Indland er alveg skýrt dæmi það núna, það sem er búið að keyra klám yfir landið. Það er, meira að segja, kemur fram í þessu viðtali að það er verið að dreifa bara, fólk kemur heim til og það eru geisladiskar á tröppunni á þeim með klámi. Og það er talað að það sé helsta ástæðan fyrir allir þessu nauðgunum sem hafa verið að eiga sér stað í Indlandi. Og það er það sem að það er eiginlega fyrsta svona siðferðislega árásin sem að lönd verða fyrir.
það klámið. Og við hérna fjölskyldan reyndar stundum undir mótmælum frá krökkunum, en við höfum gaman að hlusta á Friends. Það svona hlutlaust og það ekkert ofbeldi og húmor og svona. Og og núna, ég náttúrulega sá Friends í gamla daga og ekkert athugavert við það, en núna þegar ég horfa á Friends þá sé ég allan social engineering og brainwashið sem í gangi. Og eins og sagt þið vitið hvað að síðasta sem fiskurinn fattar. Ef þú biður fisk að skrifa 10 merkilegustu fyrirbærin í umhverfi fisksins, þá dettur honum aldrei í hug að skrifa vatn. Ef þú spyrir hvað mikilvægastu hlutirnir í umhverfinu eða náttúrunni, og hann segir aldrei vatn, því hann eiginlega fattar ekki að hann í vatni. Og sama með okkur mannfólkið, að við erum í svona eitthvað svona fiskabúri. Jörðin lítur út eins og fiskabúr ef þú vilt virkilega sjá það, horfir á hana þannig. Kannski jörðin bara fiskabúr. Menn alltaf að rífast hvort það sé flöt eða löt eða eitthvað annað. Sennilega jörðin bara fiskabúr. Og við erum í fiskabúrinu. Og í staðinn fyrir vatni þá þessi mökkur af heilaþvætti og niðurlægingu sem í gangi í gegnum fjölmiðlana. Fjölmiðlarnir eru verkfæri til þess að brjóta niður þjóðfélag. Og þessna var til dæmis kristnin, já, Selberti. Kristnin var náttúrulega, þurfti að gera hana hallærislega til þess að koma þessu öllu í gang. Og fólk heldur að þetta hatur gegn kristnum sé eitthvað út af kristnum sjálfum, það ekki þannig. Þetta hatur sem og hatur gegn múslimum til dæmis. Þetta hluti af prógramminu. Að hata múslima, hata kristna, hata gyðinga, hata allt sem svona eitthvað trúa, allt sem einhvern veginn svona trúarlegt. Og það ástæða fyrir því að valdstjórnirnar vilja hatast við trúarbrögðin. Og ástæðan náttúrulega sú að hugsum okkur það að við ætlum að ræna banka. Við erum eitthvað svona klíka sem ætlum að ræna banka. Og við höfum 6 mánuði áður en að við rænum bankanum, þá fáum við það hlutverk að sjá allan mat og líkansrækt og fleira slíkt fyrir starfsfólki í bankanum. Og sjálfsöryggisnámskeið og allt svoleiðis. Og ef við höfum hagsmunina af því að ræna bankan, þá myndum við náttúrulega agentera fyrir fólkinu bara láta fólki fá klám og bara allir í orgjum og bara étið viðbjóðslega mat og láta ykkur fá bóluefni full af eitri sem að heiladrepur ykkur og í staðinn fyrir að láta löggunnar sem eiga að passa bankan vera á hlaupahjólinu að styrkjast og fara á einhverjar æfingar, þá sendu það bara á McDonald's sem eru með eiturefni sem gera fólk feitt og latt og lási og allt það. Þannig að við hljótum að ef að markmiði hjá okkur að ræna þennan banka fyrir okkar fjárhagslegu hagsmuni, þá myndum við náttúrulega vilja að fólki væri docile eða væri svona ekki nefni þjálfun, væri hálf heiladautt og svona næstu bara heila skaðað og veikt og bara það myndi svara okkar hagsmunum sem þessi gerða krimmum að því að við ætlum að ræna þennan banka. Og líka ef við tekjum þetta ennþá lengra, ef við mættum taka bankastarfsfólkið í
að við myndum þjálfa frá barnaskóla, þá myndum við þjálfa að svipa eins og börn eru þjálfuð í skólakerfinu. Hrædd viðhaldið, fylgja öllum reglum, gott í að fara í beina röð og þetta að brjóta, alls ekki að brjóta neitt gegn valdstjórninni. Og ástæðan fyrir því að við viljum þjálfa fólki svona er að því að við ætlum að ræna allt og röfla og stela öllu steiniléttara og við ætlum að búa svona í hálfgerðu Elísíu og okkur skít sama örlög þessa bankastarfsfólks. Og þannig eiginlega valdstjórninni best lýst og reyndar þetta ímyndaða dæmi þar sem við varum í einhverjum hóp og ætluðum að ræna banka einu sinni, að þá elítumafía heimsins hefur gengið í hundruður ára, jafnvel í aldir, hafa þeir miðlað þekkingu af því hvernig elítan getur haft það alveg ótrúlega gott í þessu fiskabúri. Og allir hinir eru svona botnrænsarar einhvern veginn. Og það byrjar bara eiginlega strax frá fæðingu. Núna vilja það bara taka krakka strax frá fæðingu og sprauta þau. Og það væntanlega því það einhvers konar chip í bóluefnum. Og þess vegna sko skólinn, vinnustaðirnir, kastljósið, bíómyndirnar, klámið, feminismin, samkynhneigðin, sérstaklega á karlmönnum framleidd með eiturefnum í mat, með bisfenol A sem nánast í öllum mat, sérstaklega í plastumbúðum. Og það eykur estrógen framleiðslu hjá karlmönnum, þannig að þeir verða hálfgerða kellingar. Þannig að þegar karlmenn segja að þeim líði svona, þeir laðist að öðrum karlmönnum, þá getur það alveg verið. Það að þeir eru undir lyfjaárás. Bisfenol A hefur þessi áhrif á karlmenn. Þannig að núna í bankanum bara kellingar að vinna. Og þið vita að kelling þýðir líka huglaus karlmaður, þannig að ekki vera að fríka út konur en þeir á að horfa. Eða í þessum 20% sem horfa á Frelsi TV. Að nú bara í bankanum allir kellingar, þeir þora ekki að ögra neinu valdi og það búið að afvopna á alla og allir eru svona fullir af einhverjum kvikasilfur og drasli, þannig að þeir geta sér enga vörn sér veitt. Og það það sem að elítumafían fílar. Hún ekkert óhress með það að veruleikinn sé einhvern veginn þannig. Einfaldlega því að elítumafían nýtur alls góðs af heiminum, af fiskibúrinu, jarðbúrinu og þetta fólk hefur allt annað lífstíl heldur en við. Og svo allir aðrir bara uppsúlan fólk, bara stútfullt af eitri og að vinna neðanjarðar einhvern veginn. Hóman í Rómaveldi, ég veit það ekki, ertu með einhverja örugga heimild fyrir því? Nei, náttúrulega samkynhneigð hefur alltaf verið til, ég ekkert að segja það. Og ég ekkert að fordæma samkynhneigð. Og ég ekki að segja að hún hafi verið fundin upp með þessum eiturefnum, heldur eykur hún líkunar á því. Sama með þessi efni sem eru sett í matinn til þess að auka krabbamein. Þá var reyndar alltaf ekki til krabbamein áður en þau komu og alltaf þessi geislamengun og alltaf þetta drasl. Þannig að það ekki þannig sko. Það ekki þannig að sjúkdómurnar hafa verið fundnir upp í gær sko. En hins vegar held ég að ef farið í söguna alls konar hluti eins og svartadauða og eða farið í alls konar sem okkur hefur verið sagt að eru
einhverjar farsóttir og eitthvað svona. Ég held að þetta hafi verið eiturefnað hernaður. Þið áttuðu ykkur á því að valdstjórnin fer ekkert og drepur fullt af fólki sem er verið með tilbúið cover fyrir að þeir eru með eitthvað svona PR til þess að afsaka aðgerðir sínar, og það er það sem að ebóla snýst um, HIV snýst um. Ebóla og HIV veirur eru ekki til, það eru blekking, ekki frekar en illir andar. Og þar til eru meiri sannanir fyrir illum öndum heldur en veirum. Og kom ekkert kommentsteppi, hvað er í gangi? En þannig að það er alltaf cover, sko. Og sama er með, fylgist bara með hjá Sameinuðu þjóðunum og þessu ríka elitu liði, þeir fara með bænirnar á kvöldin og segja, sko, góði mammon hjálpaði mér að fækka mannkyni. Það eru kvöldbænirnar hjá þeim. Og það vill svo óhefnilega til fyrir okkur mannkyn að það eru við sem við erum að tala um. Og þið sem eru búin að vera lengi hjá mér náttúrulega vitið Georgia Stones. Georgia Guide Stones. Og nú segir ykkur, hvað er þetta að meina, Axel? Ég meina, elitan vill drepa alla. Já, það er ekki eins og það sé ritað eitthvað þar í stein. Er þetta bara ekki eitthvað bull í þér? Það er ekki eins og þetta sé ritað í stein. Það er nefnilega ekki rétt. Þetta er ritað í steintöflur í Georgíu. Og það eru þessir spooky Georgia Guidestones sem ég fjallaði í dítelin alltaf áður. Já, Berti, ég held að kemur spurning hvað með allar þessar farsóttir sem gengu á miðöldum, voru þær bara efnaðar á sér líka? Já, ég held að það hafi verið eitur, þess að það hafi verið sett í, já, ég held að það hafi bara sett í mat og vatn, sko, eins og það var nappaður gaur í Afríku þar sem að þorp átt að hafa orðið fyrir ebólu. Þar var gaur handtekinn fyrir að hann var að setja formalín í vatnið, neysluvatnið. Og hann sagði mér að þetta er bara gert hérna, við fáum borgað $500 og við setjum þetta í vatnið. Og þannig kom þessar farsóttir, sko. En hérna er þessi blessuðu Georgia Guidestones. Og þetta er markmið númer 1, halda mannkyni undir 500 milljónum til þess að þessi náttúru í jafnvægi við náttúruna, sem er algjört rugl, sko, því við erum í þokkalegu jafnvægi við náttúruna. Ég meina, ef þú ætlar að finna öskubíla, þá getur þú fundið öskubíla, sko, ég þarf að veðja til þess að þú hefur ekki tekið þetta neinum öskubíl alla síðustu viku í umferðinni. En ef þú ferð að leita að öskubílum, þá sér það út um allt, sko. En hérna er flott teikning af þessum steinum. Það er eins og við sagðan, þeir eru til, þeir eru raunverulegir. Það er sem sagt á arabísku, hebresku, hindi, savili, spænsku, engelsku, rússnesku, kínversku og sanskrit er skrifað þessi markmið. Já, og hérna Babylon, hérna eru Babylonistanir. Og hérna, það eru eitthvað skýringar á þessu, veit það ekki. En hérna er sjáið í myndaðum. Hvað er flottasta myndina? Hérna er hlutaf mynd. Þetta eru Georgia Guidesteinarnir. Þannig að það er skrifað í stein að það standi til að fækka okkur allverulega. Þetta er cirka 90-95% fækkun á mannkyni. Já,
Já, við vitum ekkert, hérna segir Stebbi 500 milljónir, rosalega misheppnast elitinni, sko. En þetta er í gangi, sko. Þessi operation er í gangi núna og þetta eru þessi chemtrail, þetta eru ástæðan fyrir að það er, þið sjáu að lögreglumenn eru allir í herbúning, að hérna, þið vitið náttúrulega FEMA-camps, það styttist í að útrýmingabúðir verða opnaðar hægri vinstri út allan heim og eins og ég hef sagt áður þá verður það gert meðal annars með því að segja að hérna er komin upp ebola og dauðinn býr í lækningunni eða hjá læknunum og valdstjórninni og það er kofverið og hérna þessi elitumafía er eiginlega komin á það stig að annaðhvort drífur hún í þessu prógrami eða þá að hún verður látin sæta ábyrgð og það er rétt sem að Stefán mendir á hérna það hefur eitthvað menn héldu að þeir myndu vera búnir að þessu miklu fyrr og þeir verðast vera eitthvað eftir áætlun annað sem ég vil benda ykkur á ég ætla ekki að fara að dýpra þetta kannski akkurat núna en ég ætla aðeins að fara í annað tengslu það sem ég var að tala um upp að fiskurinn fattar síðast að hann er í vatni sama er og reyndar út frá þessum gatsteinum líka sko þið kannist við Robert De Niro hann er hérna svolítið flottu kall hræðileg mynd á þetta já acting parts acting það er bara sýningu hvað ég var að hugsa sko hérna er hann Mr. Robert De Niro guðurinn og sumt af þessum myndum eru þeir að taka við einhverjum verðlaunum og eitthvað svona og aðrar myndir eru af honum í einhverjum hlutverkum og hérna hann leikur í einni bíómynd þá leikur hann var hann ekki taxidræfur eða eitthvað og í annarri mynd leikur hann mafíuboss í næstu mynd leikur hann eitthvað annað hann er bara leikari kallinn. Hérna er hann í með Scent of a Woman og Tony Brasco hann fer svona sko og sama er með gaura eins og Putin og Obama það eru engar áreiðanlegar heimildir steppu okkur fjölgi það fækkar gríðarlega fólki hérna til dæmis í Svíþjóð og það er gríðarlega mikil geldingastarfsemi í gangi það sem verður að gelda fólk með lyfjum og gerum bóluefni og fleira slíkt. Nei, Berti, það er ekki, hérna segir hann ef þeir vildu drepa svona mikið af fólki þá var þeir löngu búnir að því. Það er, sem betur fer, þá er ekki alveg hlaupið að því að drepa svona mikið af fólki. Þeir þurfa að fá fólk til þess að drepa hvort annað. Þetta gengur ekki upp öðruvísi. En þessi tveir gaurar hérna, Putin og Obama, þeir eru bara alveg eins og Robert De Niro. Þeir eru bara leikarar í hlutverkum. Já, Scent of a Woman, já. Hvað sagði ég? Stink of a Woman eða eitthvað. Nei.
En þannig að þetta eru bara leikarar. Og að því að við erum síðust af öllu að fatta að við búum í vatni, við erum svo miklu fiskar, gullfiskar, að þá erum við alveg bara að trúa þessum dýbet á milli þessara tveggja leikara. En við vitum að þeir eru allir í sömu klíkunni, sko. Þeir eru allir að gefa Hornet Viper signalið. Og eins og ég hef sagt ykkur margoft áður, nei, það er líka verið að Berti segir að það var verið að gelda þroskaskert og þroskaheft til að það næði ekki að fjölga sér. Þetta var líka gert bara í Ísrael við fólk sem kom frá Eþíópíu. Það var bara gefið bóluefni og síðan átti að vandræði með eignast börn. Og það komi ljós að Ísraelsmenn voru kerfisbundið að vana fólk sem flutti frá Eþíópíu inn til Ísrael. En ástæðan fyrir því að elítan elskar þennan Hornet Viper hann náttúrulega algjörlega banvænt, sko. Og hann felur sig í sandi. Og í guðfræði þessara satanista þá líta þeir á sandinn sem mannhafið. Og hann læðist í mannhafinu og síðan býtur hann hennu banvæna biti. Og þessir tveir gaurar hér eru alveg miskunnarlaust að gefa þessi signal. Og þess vegna er svo ótrúverðugt að þeir séu í einhvers konar stríði. Ég sýndi ykkur þetta hérna síðast, hans signalið. Þannig að þeir eru á Vatíkanið og það eru allir að hérna sjá hvaðan hornin koma á þennan gaur. Þau koma hérðan, sjáðu. Þetta er egypska sem er á steinunum í Egyptalandi. Og þannig að þetta er í gangi og þetta er raunveruleikinn. Og ég veit nú ekki þetta er nú Sandy Hook, ég veit það ekki. Hérna sjáum við Íran er að gefa þessi merki. Að þeir eru allir að flagga því að þeir séu í sama Kívanisklúbb. Og það er alltaf allt saman bara algjör tilviljun, eða ekki? Hlýtur að vera eitthvað svona tilviljun, eða ekki? Og þannig að við hljótum að þurfa að skoða okkar gang meðan að við erum að labba í sandinum. Að þá þurfum að gæta að snákunum sem eru að bíða þess að ganga frá okkur. Þessi geldingaherferð er í gangi. Það er að eyðileggja fjölgunarverkfæri fólks. Og þeir vilja síðan vera með tæknifrjóvganir og þá eiga þeir eignarrétt á öllu lífi, eins og ég var búinn að segja ykkur áður. En ég ætla að það þakka að ég fekk gjöf í póstinum í gær. Gladdi mitt gamla hjarta frá honum Hafþór Ágúst Jónssoni. Og hann sendi mér 500.000
Víetnam peninga, sjáðu þið. Þetta er frá Víetnam. Þannig að því að ég er alltaf að tala þennan klósettpappír. Þannig að ég þakka Hafþóri náttúrulega kærlega fyrir og hann sendi mér líka pening fyrir 7,5% bjór, þannig að það var náttúrulega fá mig til þess að vera með almennilegan þátt. Þetta er enda 2,8 bara en sama. En takk fyrir þetta. Þetta fer í ramma upp á vegg við hliðina á doktorsgráðunni minni. Doktorsgráð í samsýringafræðum. Og þegar menn byrja að segja þetta er bara plat doktorsgráða, þá segir nú, ekkur, já þetta verður að vera frá viðurkenndum háskóla. Ég segi nú, hver viðurkenndur háskóla? Já, það er bara svona viðurkenndur háskóli sem að stjórnvöld eru með. Ég segi já, hver byrjaði með það? Hver viðurkenndi hann fyrst? Já, það var bara viðurkennd einhvers staðar. Það er bara, þessi umræða enda náttúrulega bara í 80 linkum eða 80 kommentum og í vitleysu, sko. Af því að þetta er hluti af þessu skýrgreiningadæmi sem að fiskurinn er í. Já, skál. Sem að fiskurinn er, þetta er hluti af þessum heilaþótti, að það er enginn með visku nema að hann sé búinn að fá eitthvað stempil frá valdstjórninni. Og þið áttu ykkur á því að viska er ekki kennd viska er ekki kennd í skólum. Það er bara kennd upplýsingar. Og sama er ef að ég ætla að byggja fyrir þau hús, eða einhver ætlar að byggja hús og ég ætla að byggja fyrir einhvern hús og ég sendi bara byggingarefnið og segi svo bara já þetta er hús. Þá gagnast það ekki neinum og það þarf alltaf einhver að mæta á staðinn til þess að setja þetta allt saman og það er elítan sem að lætur fólk vera nánast bara verkfæri og síðan þurfa þeir alltaf að koma og setja saman af því að fólk hefur ekki greind til þess að klára hlutina sjálft og þá verður fólk svona dópistar hjá valdstjórninni og þá er hægt að fara illa með það, þá er þetta að fara illa með fólk. En læknar stálu náttúrulega þessu orði, doktor. Þið vitið það, ég hef sagt ykkur áður að það er háskólasamfélagi eru mestu þjófar ever, þeir stela öllu steini léttara. Og og reygin þeir háskólasamfélagi gengur út á skipulagðan þjófnað. Háskólasamfélagið er samansafnað þjófum og þeir eru svona álíka merkilegu pappír og kaþólska kirkjan. En þar sjáum við að þetta er byggt upp á sama kerfinu. Við búum í raun, menn alltaf að hýja á myrkar miðaldir, en við búum í raun ennþá á myrkum miðaldum. Það hefur í sjálfum sér nánast ekkert breyst. Og Berti segist vera næsti viðskiptafræðingur. Það er viðskiptafræðingar kunna ekki business, þeir kunna bara mafíustarfsemi með hinum mafíuvinum sínum. Og
Já, erum við að finna þetta núna. En sko, ef þið pælið í því, hvaðan þið fáið alla referensa, hvaðan þið fáið allt, eins og, já, hérna er þetta, hérna er orðið, doktor, kemur úr latínu. Það er sett saman úr, nei, það kemur úr hérna docere, eða að kenna. Og það er orðið. Það er uppruni orðisins og það er merking orðsins. En síðan hafa náttúrulega lyflæknarnir stólið þessu orði fyrir sig. Eða þeir að samnota eða hvað við viljum kalla það. Þeir eru náttúrulega ekki nema þjófar. Og við vitum að þessi nútíma læknavísindi, Rockefeller læknavísindi, byggðust á því að fara út alla koppagrundir og stela þekkingu og brenna þá sem höfðu þekkinguna. Og þetta lið vill náttúrulega helst bara einokun, þegar það vill enginn skipta við þessa fábjörna. Þegar lögfræðingar eða réttarkerfið, það gefur þér réttarfar. Það gefur þér ekki réttlæti. Til dæmis gömlu víkingadómahefðarnar voru miklu meira í stíl við réttlæti. Og ef þú talar við lögfræðinga úr heilaþvottaverksmiðjunni við Vatnsmýri, talar við lögfræðinga eða dómar og fer að segja að þetta er ekkert réttlæti, þá mun hann segja við því, ég vinn ekkert við að allir sem eru í háskólanum mafjósar og þjófar, já. Háskólinn er mafíustofnun fyrir þá sem er ekki í þeim hópi, sko. Svona eins og sértrúarsöfnuður, og gott að vera í sértrúarsöfnuðum, en það er ræðilegt fyrir alla sem verða fyrir barðin á honum. Hvað var ég að segja? Týndi þræðinum aðeins. Þetta er ókosturinn við bloggið. Já, við semst erum ónæm fyrir ástandinu sem við erum í. Og það sem að líðst í dag hefði ekki líðst bara fyrir 50 árum. Og það er búið að heilað og úrkynja fólk alveg niður í svaðið. Og þá komum við náttúrulega, já, ég var að tala um réttlæti og réttarfar. Ef þið spurði lögfræðing eða dómara, akkur fæ ég ekkert réttlæti hérna, ég fæ bara eitthvað réttarfar eða eitthvað kjaftaði. Og pröfið það ganni, ef þið þekkir lögfræðinga eða dómara, spurði hann, akkur er ekkert réttlæti. Og hann segir, að því að við ekki vera að taka allt persónulega, þetta er ekkert þannig. Sko, í háskólanum er þessu fólki kennt að framkvæma réttarfar, sem er að sama og gert í kaþólsku kirkjunni í rannsóknarréttinum. Það voru réttarfarsstofnanir, en þær voru mjög ranglátar og þær forðuðust réttlæti eins og heitan eldinn. Og það er þessi heimsmynd sem að endurspeglast í biblíunni og biblíusögunum, þessum farisea tíma, þessum hópisma tíma. Og þar var alltaf verið að afgreiða fólk réttarfar. Þannig að í háskólanum er réttlætinu slátrað með réttarfari. Sama er í læknavísindunum, eða læknadeildinni, eða læknafávitunum, eða sértrúarsöfnunum, eða hvað við viljum kalla það. Að þar, sko,
markmið fólks að halda heilsu og lifa lengi. Það svona það sem flestir vilja. En þessar pyntingabúðir ekki verið að taka allt persónulega. Eins og þið vitið, aðalsmerki að þetta baráttu við andaverk og óskonar í heimingengnum en ekki við menn að holda blóði. Þetta ekkert persónulegt sko. Og margt af þessu sem ég að segja á við mig líka sko. Þannig að ég bara að skoða vatnið sem við erum að synda í sem fiskar. En með þessi Rockefeller læknasvindl, getum kallað það, eða læknamafíu starfsemi, að þeir veita ekki lækningar og það ekkert kennt mataræði eða halda heilsufræði í læknaskólanum eða þessum heilbrigðiskerfi. Þeim það ekki ætlast til að þeim að þeir lækni fólk. Það engin business í því að lækna fólk eða komi veg fyrir að fólk veikist. Og þetta vissi snáka olíusölumaðurinn Rockefeller sem byrjaði þetta allt saman upp á 10. Þess vegna það sem verið að kenna í þessum skólum það sem verið að kenna í þessum læknaskólum eru meðferðir og þeir vilja hafa meðferðina sem lengsta. Og það virðist nú alltaf vera þegar ég segi hlutina svona 1,5, 2 árum áður en þeir verða public knowledge, eins og munið þegar ég sagði hjá Harmageddonum, þegar ég sagði allt væri hlerað, bara allt. Alla tölvubúnaðar, all síntöl, það eru í heimilistækjunum, ljósaperum, allt, það allt hlerað. Nú þetta bara common knowledge, en ég vissi ekki hvert þeir ætlaði að fara þegar ég sagði þetta fyrst. Og núna það að koma, og líka með MH17 þegar ég sagði við þá að henni hefði hugsanlega verið stýrt af leið bara remotely eða eitthvað svolítið, ég vissi ekki hvert þeir ætlaði að fara. Nú það komið ljós að allar flugvélar heimsins eru með sjálfstýringu frá Honeywell og Boeing. Og þannig að það virðist vera þetta rauðsímur að koma svolítið fram. En það þetta læknahóks, þetta læknasvindl snýst það að halda fólki veiku. Og eins og ég var að segja áðan með að ræna bankann og að hafa þræla sem þú átt bara og getur þess að fara með bara eins og húsdýr. Að það ástæðan fyrir því að vera að gelda fólk með mat og bóluefnum og öllu þessu drasli og að sumt af þessum efnum sem verður að dæla í fólk hefur áhrif á aðra og þriðju kynslóð. Þannig að fólk fær kannski bóluefni í dag og það þýðir að börnin eða barnabörnin verða steræl eða ófrjó. Og við sjáum það að Monsanto líka að framleiða einhver svona furðu fyrirbæri sem einhver furðu lyf eða fræ og drasl sem þú þarft alltaf að koma til þeirra til þess að geta sáð út uppskeru næsta árs. En þeir vilja ekki lækningar. Þeir sjá, þeir fari bara yfir starfsemi læknamafíunnar og ef þið fylgist með því sem þeir að gera og það sem þeir að segja, þá þetta skipulögð mannorðsmorð og árásir á fólk sem að meika eitthvað sens og að reyna að halda fólki heilbrigðu. Eins og Andrew Wakefield, hann var að gera mjög góða hluti í raun. Hann var að gera rannsókn á því að þeir vilja gefa börnum fyrir 6 ára aldur einhver 50 bóluefni eða fyrir skólaaldur, held að sé 40 eða 50 eða hvort það 30 eða 3 eða skiptir hann ekki máli. Andrew Wakefield sagði að
leyfisveitingarnar á þessum bóluefnum, þá var bara tekið eitt bóluefni og það prufað á einhverjum öpum eða músum eitthvað svoleiðis og síðan niðurstöðurnar teknar af því og síðan gefið grænt ljós eða rautt ljós út frá þessari könnun. Það sem Andrew Wakefield var að segja, þú getur ekki gert þetta, þú þarft að taka heildar bóluefnaskammtinn sem börn fá fyrir skólaaldur, áður en fara í þrælabúðirnar eða áður en fara í heilaþvottamiðstöðina, fangelsið sitt. Þú þarft að taka öll bóluefnaseríuna og þú þarft að kanna það, hvaða áhrif það hefur. Og hann framkvæmdist líka könnun reyndar, hann gerði ekki formulega rannsókn eins og haldið það fram. Þetta var könnun sem hann gerði, eða eitthvað svona, þetta er svona einhver formstandri sem að rifist en þýsessin hjá honum hárréttur. Að hann var að segja, hann gerði rannsóknir með nákvæmlega sama hætti, eða hvort að þetta voru kallaði kannanir, það fullt af lagalegum flækjum í þessu áttu ykkur á því, menn sem að verða fyrir einelti. Að hann gerði þessa könnun eða rannsókn, ég man ekki hvað það heitir hjá honum. Hann tekkaði á þessu og komi ljós að ef þú mælir eitt bóluefni þá færðu sennilega ekki hættulegt, en ef þú setur all bóluefnin sem eru gefin eins og seríuna, þá færðu gríðarlega mikla skaða á dýrin sem að prófunin gerð, öpum og eða hvernig þetta gert nákvæmlega. Og það var niðurstaðan sem að hann var og undir árásum út af. Og það og svo náttúrulega þurfum við átt okkur á því að það þarf að reyndar það það sem hann Mike í Natural News gerði, að hann bjó til eftirlíkingu af meltingu og síðan bara mjög flott rannsókn hjá honum, við getum fundið á Natural News á YouTube-unu hjá honum, hann lýsti þessu alveg smáatriðum. Og þið sjá náttúrulega, reyndar fullt, svona alltaf á því, það er fullt að kjafta í gangi líka og disinfo sem bara í boði lyfjafyrirtækjanna. En það er líka margt mjög gott, og það er náttúrulega eitt sem slátrað strax og misheppnaðist að slátra hjá mér, það er heilbrigð skynsemi. Þannig að maður þarf að velja og hafna hvað í gangi. En þessi rannsókn hjá Mike var algjör snilld og hún var framkvæmd þannig. Hann bjó til eftirlíkingu af meltingu og síðan lét hann vélindað melta banana og epli og morgunkorn og alltaf bara þetta sem fólk að borða dagstæðilega. Og hann mældi eiturefnin, tökum bara eitthvað dæmi epli, hann tók epli og mældi eiturefnin í epli. Og síðan keyrði hann eplin í gegnum þennan meltingaprósess og síðan mældi hann upptöku á eitrinu í blóðrásina og síðan mældi hann eitrið sem fór niður í toiletið og hann talaði sjálfur reyndar þessi græjur sem hann kostuði $1 milljón sem hvað 150 milljónir íslenskar eða meira, 130 og síðan bara fór hann að prósessa fullt af mat og hann sagði að það svo merkilegt að ef að þú tekur eplið og kreistir úr því allan safann og drekkur safann, þá tekur líkaminn kannski 40% upp af eiturefnunum. Og ef þú borðar epli bara
með hýðun og öllu draslinu, þá tekur líkaminn kannski bara 3% upp af eiturefnunum. Af því að það virðist vera að líkaminn okkar virkar þannig að hann skilar maturinn fer í gegnum okkur og hann skilar eiturinn út í klósettið, sko. Og þannig að þess vegna er náttúrulega alltaf verið að tala um að vera með heilkorna og grófmæti og allt þetta, það er út af þessu. Fólk hefur bara líka rannsakað þetta á sjálfum sér í gegnum aldirnar. Og ein rökin sem að þessi læknafávitar eða þessi lyfjabólusetning eða þetta valdstjórnarpakk er með, það er að segja, sko, já, en það er þú þarft ég meina, það er kvikasilfur í eplum og öllum mat, það er kvikasilfur í öllu, sko, eða þessi eiturefni sem þeir eru að sprauta beint í börnin. Og það er alveg rétt, en þeir segja þeir ekki að meltingakerfið virkar þannig að það skilar þessum eiturefnum í gegn. Hins vegar eru bóluefni og læknisefni og þetta er bara sprautað beint í blóðið, sko. Þannig að það er 100% upptaka á eiturefnunum með sprautum. Og þess vegna eru margir sem þar meðal ég, sem vill ekki blanda blóðið mitt með svona drulli. Og ég er þetta ekki alveg búin að mynda með skoðun á blóðgjöf, sko, en ég vil allavega forðast það í lengstu lög. En maður myndi kannski láta sig hafa það ef að lífið lægi við. Jónína Ben er að gera marga góða hluti og er alltaf læg með hana. Hérna er aðeins komment. Já, saltupplaust kostar $1 að búa til. Saltvatn sem er í þessum pókum sem allir þurfa að taka. En það er selt á $800. Þetta er svona bara normal álagning í þessum læknisgeira. Og þarna fara skattpeningarnir ykkar. Og og þess vegna eru svona mikið hatursáróður, hatursklám gegn svona fólki eins og mér og Mike Adams og Andrew Wakefield. Russell Blaylock reyndar, hann verðist untouchable, þeir hafa ekki náð að klína neinu og hann. Já, ég reyndar, nú er menn fannir að tala um stólpípur og fleira slíkt, eflaust er það fínt, sko, en menn mega ekki fara út í einhverju öfgar, sko. Það er mjög gott að þvo sér hendunar, sko, svona annað slagið. En það er ekki gott eins og sumir sem eru með svona einhverja fóbíu eða eitthvað kondísjón að þeir þvo hendunar 20 sinnum á klukkutíma, sko. Og það er bara farið af þeim allt skinn. Það þarf að vera einhver millivegur hann á milli. Og sama vitið með fólk sem að þarf að var ekki hvað heit hann, Jack Nicholson var í hlutverkið sem hann þurfti alltaf að læsa 5 sinnum eða 13 sinnum eða eitthvað og hann fór út. Fólk tekur upp svona alls konar tiktaríur. En þannig að við lifum í nánast algjörum blekkingum. Það er nánast ekkert satt sem þú heldur eða upplifir eða skynjar. Þarna já, svo er alltaf mútugreiðslunar í lyfjabransanum. En nú er að myndast í hausnum á mér enn ein merkis vísindakenningin.
Þið vitið það náttúrulega að ég hef lagt fram kenningu. Það er nú spurningum að ég fara að tryggja með fleiri doktorsgráður. Þar sem að ég sanna það að menn koma að páfagaukum en ekki öpum. Og ég er búinn að vera að skoða það svolítið undanfarið. Ég flutti einu sinni inn, hann er að tala með Berti með sjúkrahúsin og innkaupadraslið þar. Ég hef verið með business og flutt inn og maður þarf að, það er búinst að skríti fólk í innkaupunum og maður þarf að múta til þess að komast inn. Og ég er náttúrulega ekki til það. En þetta er allt saman eitt stórt rugl sem við lifum í. Já, Dr. Axel strikes again. Já, ég var að tala kenninguna með páfagaukana. Ég er að vinna í því að teikna hana upp og setja hana fram á myndrænan hátt. Og ég er búinn að vera að skoða svolítið að gamni, eða fullu alvöru. Ég var náttúrulega að standa undir áhlættinum. Að menn eru mikið að velta fyrir sér hvort að jörðin sé flöt eða hnöttur eða hollow earth eða hvað er í gangi. Og ég er eiginlega búinn að finna út úr því hvernig þetta er. Þannig að ef þið eru með eitthvað svona verkefni sem enginn getur leyst, þá komið til mín. En sem sagt, kenningin mín er á myndrænu formi. Ég skal bara sýna ykkur. Þetta er frumsýning í heiminum. Ég var að spila á trommur heima. Þetta er sennilega byltingakendasta hugmynd í mannkynssögunni, sko. Þið áttu ykkur að því. Þetta er ekkert minna en það. Hvað er það svo erfið með hérna? Það rosalega verið flott að vera með tæknimann. Tæknimann. Hverju fæ ég ekki tæknimann? Hvað óreittlægt er það? Ég ætti að fá tæknimann, sko. Bíðum við. Já, hérna er það. Þetta er þetta er málið. Núna veistu þetta bara. Jörðin er ekki flöt. Jörðin er ekki hnöttur. Eða hún er hnattlaga. Jörðin er ekki hola innan. Jörðin er fiskiker. Og nú þarf ég að gera eitthvað flotta mynd þar sem ég sýni þetta sem jörðina. Það ætla að vera svo Alex Jones með 15 manna starfslið, sko. Selja stinningarlyf og grafíska hönnuð og eitthvað svona. Og þetta er veruleikinn sem að fólk lifir í svona dagsdaglega.
Þetta er heilaþvotturinn og allt draslið. Og þetta er það sem er í gangi núna. Þetta heitir The Breakaway Civilization. Og þau ætla bara að hoppa yfir í næsta fiskikér. Og í raun má segja að þegar við erum búin að taka svolítið á hérna í Frelsi TV, það er svona eins og hoppa hér á milli. Fólk syndir hér í gríðarlega miklu þrengslum, þekkir ekkert annað daginn út og daginn inn. Og reyndar er talað að ástæðan fyrir að gullfiskum líður svona vel, og þið munið kannski eftir svona það sem var hérna, já, ekki eitthvað skip. Hérna er Eldumafjan. Þetta sannar líka þá kenningu. Þið munið hérna, þið munið náttúrulega kenninguna mína hérna hverjir er, það er verið að tala um að okkur sem stjórnaða geimverum. Það er alveg rétt. En það eru þessar geimverur hérna sem þið sjáið aulan alltaf sita með. Hérna sjáið þið geimveruna. Og hérna, þetta er akkurat eitt dæmi hvernig þú sérð hlutina. Þegar þú horfir á þessa mynd hérna, þá heldur að þessi sé Dr. Evil. Þetta er gaurinn sem er að gera alltaf vonda. Og þessi hérna með litla putta og allt þetta. Það er nefnilega miskilningurinn. Það er þessi ári hérna sem kontrólar allt draslið, sko. Og hérna sjáið þið meira þess að ennþá meiri sönnun sem er hérna Kólumbíamerkið. Nei, þetta hitt ekki mark. Þið getið rannsaka Kólumbíu. Og DC er District of Columbia. Það var Columbus sem fann Ameríku og allt þetta. En hérna er einmitt geimveran, sjáið þið. Þetta eru geimverunar sem allir er að tala um. Að stýra Vatikaninu og fjármálakerfinu og allt það. Og hérna eru við bara. En það sem ég ætlaði að sýna ykkur og er með gullfiska, menn veltaði fyrir sér af hverju verða þeir ekki geðveikir á því að hérna er einmitt hérna er málið. Það er ekkert það sem drasli með hérna skip, hvað er í gangi? Jæja, anyway, ég tek bara eitthvað annað hérna. Það er sama argumentið, þetta er ekki kringlótt, já, við viljum alltaf þetta kringlótt. Já, það sem að menn tala með gullfiskinn, af hverju hann verður ekki geðveikur og snappi, er að þeir hafa það sem heitir það er að ástæða fyrir það heitir gullfiskaminni. Það er því að gullfiskarnir hafa bara minni í eina 2 sekúndur. Þannig að þegar þeir synda hringinn í fiskabúrunum þá segja nei, tré, þeir muni ekkert, sko. Þannig að þetta er allt sem er nýtt fyrir þeim, alveg bara á 2 sekúndna fresti er allt bara eins og nýtt. Og það eru eins og kosningar. Fólk man ekki einu svona hluti á milli kosninga. Þannig að þetta er heimurinn sem þið búið í. Það er svona áþekkandi. Og hérna því miður, þá er ég nú að svekja ykkur á því að þið eru bara gullfiskar. Sjáðu. Þetta er heimsmyndin.
nema þetta er alltaf miklu stærra. Og og við erum í eitthvað skona vatni sem heitir Ether. Já, ég get hækkað aðeins í mér. En YouTube á að stilla reyndar ádióið sjálft, sko. Þannig að það er hugsanlega eitthvað hjá þér bara. Býtum við, ég er með töluvert af voljúmi hjá mér, býtum við. Ég gefa aðeins meira í hérna. Það er sko, ádióbarinn hjá mér fer alveg í botn, sko. Og ef ég fer á hátt þá fer að bjaga hjá mér. En hvað um það? Við sem sagt hér veður allt í nýjum vísindum og þið vitið það, ég hef í áratugi eða unnið að svona rannsóknum og vísinda starfsemi alls konar. En ég fengið doktorsgráðu í svona samsærisfræðum. En talandi samsærisfræði, þá er nú einn samsæriðanga pitturinn. Það er nú pitturinn ríkislögreglustjóri. Man ekki hvort að þið daginn þegar að þeir mættu fyrir alþingisnefnd, þannig að prímadónunar, haugarnir frá ríkislögreglustjóra. Og þeir var að tala um það að ISIS væri að fara að ráðast inn í Ísland og við skal reyna að hækka aðeins meira. Einhver heyrir ekki nú. Er það betra núna? Og þetta er allt saman bara samsæriskenningar og lygar. Það stendur ekki fótur fyrir þessu. Og það er það sem að valdstjórnin er alltaf að gera. Hún er að sjóða saman samsæriskenningar til þess að halda fólki í ótta. Og einhver frægur kall sagði, man ekki alveg í augnablikinu hvort það var Thomas Jefferson eða einhver, hann sagði, ef þú framselur frelsi fyrir öryggi þá áttu hvorugt skilið. Lincoln held ég, einhver góðu kall. Einhver Hornet Viper kall, örugglega. Að þá já, þannig er nú það. Þeir eru sem sagt bara að sjóða saman samsæriskenningar daginn út og daginn inn, eins og engins í morgundagurinn. Og valdstjórnin þrífst á ótta fólks. Já, einhver er með, já, ég ætla aðeins að taka mig niður aftur. Sko, hangátið levelar ágætlega. Já, Toyota. Þetta er reyndar Ford bílar með Toyota merki í framrúðunni. Það er Ford. Þetta er allt saman svindl og svínarí. Já, er ein, já, einmitt, sjá hvað frábært að hafa hlustendur hérna. Þetta endaði svolítið athyglisverðri leit. Þetta endaði svolítið áhugaverðri leit. Hérna er gaur einmitt sem að Mark, pípulagningarmaður, hann nei, það er ekki þessi.
Já, hérna. Þetta er ISIS. Þetta er einhvers staðar í Sýrlandi eða þarna á geðveika svæðinu. Og þessi gaurar eru ráðast á alla sem eru óvinir NATO og Ísraels. Og Íslendingum stendur gríðarlega mikil hætta á þessu. Þeir segja að Íslendingum standi gríðarlega hætta af þessu liði. Og þessi gaur seldi þennan trukk hérna bara í niðurir í Bandaríkjunum. Og þið vitið að þessi trukkar, þeim er síðan stillt upp út alla eyðimörk. Þetta er bara, hann seldi þetta fyrir $50. Það veist hann bara í niðurif. Og síðan stilla þeir þessu bara einhvers staðar upp. Nei. Út í eyðimörkinni. Og og síðan er þetta sprengt í tætlur með $1.000.000 flugskeytum. Svipað og með saltlausnina. Saltlausnin er saltlausin kostar innan við $1 að búa til, en þeir selja hana fyrir $800. Það er svolítið smekkleg álagning, sko. En ég finn ekki, þið getur fundið að það var fullt af Ford trukkum, það var Ford það var Ford-merki á grillinu, en síðan var Toyota límmiði uppi. Það fólk er svo vant þessum Toyota-bílum. Og svo vitið að meirihlutin af þessum fréttum eru meira og minna skáldaðar og þetta er bara, það er allt komið í eina vitleysu hjá almenningi, sko. En það er náttúrulega ekki í neinni vitleysu hjá þeim sem eru að standa í þessu öllu. Þeir lifa bara í vellistingum og hafa það bara mjög gott, sko. Þannig að það er spurning hvað fólk getur gert í þessu. Nei, þeir eru bara með svona litla Forda, sko. Þeir líta mjög svipað út. Og svo að það náttúrulega Google er búið að fela fullt af dóti sem hann vantar. Þannig að þetta er businessin, það er að drepa fólk. Það eru fjögur viðskiptamódel sem að skila mestum peningum. Það er hernaður. Það er lyf, lækna, mafíudraslið. Það er tryggingar og trúarbrögð. Þetta eru þau fjögur fyrirbæri sem velta mestu af líkvitt peningum. Það er mesta veltan í þessum business. Og hvað eiga þessi fjögur viðskiptasvið sameiginlegt? Þau díla öll með dauðann. Og þess vegna byggja öll trúarkerfi á ótta fólks við dauðann. Og það er alltaf verið að reka fólk í réttirnar með dauðaóttanum. Og það er það sem þess vegna er svo mikilvægt að fólk skilji það sem að Jesú er að gera og segja í Biblíunni. Hvort sem hann var til eða ekki, það breytir engu. En þessi boðskapur, eins og ef þið til dæmis lesið barnasöguna nýju fötin keisarans. Fattið ekki líkinguna. Fattið ekki þjóðfélagsmyndina sem verður að stilla upp og hvað er verið að krítisera. Þetta er barnasaga. Og börn hafa mjög gaman að henni, sko. Sama má líta á Biblíuna að mörgu leyti að hún er að stilla upp svona þjóðfélagsmyndum og benda á alls konar hluti eins og keisarinn allsbera. Og það er það sem er lykillinn í boðskap Jesú Krists er að brjóta brott dauðans. Það talaði um að
Jesú hafi brotið brot dauðans með dauða sínum á krossinum. Og eflaust þetta allt líkingamál, það skiptir engu máli hvort að þetta gerðist í raunveruleikanum eða ekki og það náttúrulega það sem valdstjórnin fer að gera, þeir fara að reyna að búa til alls konar biblíumyndir og reyna að fá það þannig að fólk fatt ekki hvað boðskapurinn snýst. Og og það er það sem við verðum að tala í biblíinu og öllur þessi kristni boðskapur og allt þetta sem að kristni snýst er að þeir eru búin að brjóta valdið, þetta sem heldur þeir hreðja taki sem ótta mannsins við dauðan, að þá ertu frjáls. Og það er það sem er lykiltrykki og þessna þurftu þeir að drepa Jesú og þessar hugmyndir hans alveg bara eins fljótt og hugsast getur. Og alltaf þegar þessar hugmyndir hafa komið upp aftur, þessna er verið að herfa það alls staðar. Það er ástæðan fyrir að það eru verið að flytja hergögn til Noregs, ég var vitnaði sjálfur, til Svíþjóðar, til Úkraníu her bara orðin undirverktaki hjá bandaríska hernum eða NATO og þannig að niður eftir austurstrætinu. Það er ástæðan fyrir að vera að herfa það allt, að fólk er að fatta þetta núna og fólk er að brjóta brot dauðans. Og það var það sem gerðist með þessa Jesú hugmynd, þessi Jesúisma eða Jesú fræði, að fólk hafi lifað í þessu fiskibúri öldum saman og það náði ekki að brjóta sig út úr þessum aðstæðum út af þessum ótta við dauðan meðal annars. Og svo náttúrulega eiturinn, síðan þessna er nýja logoði á frelsi giltur eitursnákur eða svona væper, að kontrólið er væperinn, þetta er eitur og gull og það er þess vegna sem að þjóðfélagsverkfræðingarnir og Rand Corporation og Fabians og Society og þessir vilsingar leggja svona mikla áherslu á því að fólk komist ekki í skilning á hugmyndafræði Jesú eða hvað Jesú var að segja. Og það er stóra málið og það er kannski það sem að ég er svolítið að grafa upp, eru perlur úr biblíunni, það sem er búið að maka alls konar saur yfir biblíuna sko. Talandi stríð, hérna kemur spurning frá Berta, mjög gott, ég svissa kannski yfir það, að tala það er voða lítið fréttir frá Úkraníu, ESB og NATO hernaðarbröltinu í Úkraníu og víðar. Það er alveg rétt, þetta kemur náttúrulega aldrei fram hjá fjölmiðlunum, en það fá þær ekki greitt fyrir það, eða þær fá frekar greitt fyrir að gera það ekki. Og mellur er náttúrulega mjög ánægð með það, þurfa að fá greitt fyrir að gera ekki neitt. Og það er annað media blackout, það er stríðið í Jemen. Jemen er bara það að vera að sprengja saklaust fólk í loft upp daginn út daginn inn í Jemen. Og það er nánast algjört media blackout á því. Og þetta hernaðarveldi er alveg, sko ég held að fólk áttu þess ekki á því hvað þetta er orðið öflugt veldi. Til dæmis bara fyrir bara eins og black budget. Að það hverfa sko trilljónir dollara úr bara ríkisbókhaldinu á Íslandi, Bandaríkjunum, Evrópubandalaginu, Svíþjóð, Noregi, allstaðar, það bara hverfa sko trilljónir og það er það sem þeir kalla black budget. Það er svona bara svo svarthól í ríkisbókhaldinu og þessir peningar fara til þessara svokölluðu elitumafíu sem er þá væntanlega cirka 500 milljón með þjónunum sínum eða þrælunum
og þeir eru að byggja upp alls konar neðanjarðarbyrgi og eins og þarna Sörn hringavitleysan, það er vopn væntanlega, eða bara eða hreyfill á jörðinni til þess að fara að ferðast til næstu sólar eða eitthvað, eða hvernig það er. Þið vitið það að einfaldast aðferðin til að búa til geimfar er að bara að nota plánetu, sko. Já, einmitt. Öllum er sama Jemen og Rúanda. Þetta eru samt, sko, ef að fólk er sama réttindi fólks í Jemen eða Rúanda, þá er það að fórna sínum eigin réttindum. Þannig að það er heimska. Og við vitum að það var kaþólskur prestur dæmdur fyrir aðild að þjóðarmorðunum í Rúanda. Einn af príma mótusunum í að koma því í gang. Og Vatíkanið, fingraför Vatíkansins er á nánast öllum svona þjóðarmorðum sem hafa gerst. Þannig að það eru nú gestir sem við sendum heim með hausinn undir höndunum. Og það voru alvöru Íslendingar sem gerðu það. Og þannig fórum þau viðskipti. Þannig að fólk þarf að fara að vekja upp víkinginn í sér og fólk þarf að fara að vekja manneskjuna í sér. Því eins og einhver sagði, fólk vaknar, fólk fæðist. Einhver sagði, veist, frændi minn, já, hann fæddist og svo dó hann 18 ára og hann var jarðaður 70, sko. Og þetta er svolítið nákvæm lýsing. Fólk fæðist og reynda núna er það gert heila dautt bara strax nánast. Já, einmitt, þið sjáu hérna, það er fullt af svona alternative media eins og minni sem er að tala Jemen og Úkraínu og allt það. En hins vegar þurfum við átt ykkur á því, talandi það, einmitt, að já, ég ætla að klára það sem þetta Breakaway Society. Að sko, þetta lið sem er að draga til sín öll auðæfi jarðarinnar, að þeir eru með hugmyndir sem að koma fram bara á vef Sameinuðu þjóðanna og þeir eru að plana það sem við kalla Breakaway Society og það er svolítið eins og Elysium, það sem að lúxusinn var upp í geimstöðinni og síðan var bara sturlað lögreglulið og málaliðar og svo bara liðið í einhverju rugli. Hvað er silikon tetraklóræt? Er það einhver eiturefni sem er í matnum hjá okkur? En þannig að það er allt í gangi. Það er bara og svona pjakkar eins og ég erum að vekja fólk mjög hratt. Það stækkar alltaf hópurinn sem horfir hér á live og ég er til dæmis mjög ánægður með það. Ég er farin að fá yfir 200 view, eða svona milli 150 og 200 view á hvert einasta live vídeo sem ég geri þótt að sé upp undir 3 tímar. Þess að síðasta live fór í 3 klukkutíma. Og það er með 250 view, 248. Liveið þar áður fór í 4 klukkutíma. Það er með 275 view. Síðan sér-vídeóð Germanwings, það er með 2730 view. Og þannig að það er töluvert mikil vakning í gangi. Og mér skilst að sé nánast engin Íslendingur sem veit ekki Frelsi TV. Það er bara Íslendingar sem eiga eftir að horfa á Frelsi TV eða Íslendingar sem eru búin að horfa á Frelsi TV og fíla ekki hárgreiðsluna hjá mér og ætla aldrei að hlusta á mig aftur. Og
svo eru þeir sem horfa mig aftur og aftur og læra og eru alveg kallar og fara síðan að blogga út allt og eru bara fullvirkir. Og það þetta sem að hefur misheppnast í þjóðfélagsverkfræðinni. Reyndar vitið að það töluverð hætta á svona fólk eins og ég verðum reynilega drepin eða tekin í bakarið. Að ég hef þurft að gera það upp fyrir mig eins og ég deilt með áður að gefið mér frelsi eða veist, ég gef ekki upp frelsi og eignarrétt minn á mér og mínu fyrir dauðinn engin ógn fyrir mig og ég elska lífið og nýt þess alveg út í yst og æsar og ég í alveg frábæru jafnvægi og á alveg frábæra fjölskyldu. Já, það var eitt sem spurði ég náðan hvort það væri betra að búa í Svíþjóð heldur en á hvernig var spurningin aftur? Já, segðu mér Axel, mikill munur að búa í Svíþjóð og Íslandi? Það náttúrulega aðalega fyrir mig það tungumálið, þannig að ég ekki mikið þegar ég var á Íslandi þá var ég mikið í vinahópum og svoleiðis, en hérna í Svíþjóð eru það bara svolítið við fjölskyldan og svo Facebookin. Það ekki svona þessi gestagangur. Reyndar þegar ég í útgerð að vinna í Noregi þá síðasta sumar var ég að vinna með Íslending og þá var maður í tengslum við fólk. En hérna það náttúrulega hræbillegt að lifa hérna í Svíþjóð. Það kostar lítið að borða hérna, ég held að þetta sé eitt af ódýrustu löndunum. Ja, Svíþjóð pottþétt ódýrasta landið með matvöru og drasl sko. Reyndar raftæki ódýrara í Noregi, það sennilega bara út af einhverjum tollum. Það eina sem ódýrara í Noregi. Og hérna Svíar það óbúslega mikið Sovét hérna. Sovétríkin eru hér í pólitískir flotta fyrirbæri. Sovét pólitískt flóttafyrirtæki, flotta fyrirbæri hér í Svíþjóð. Þannig að það óbúslega mikil svona afskiptasemi og svona lögregluríki. Og bara Guð hjálpi mér, sjónvarpsstöðvarnar og heilaþátturinn hérna bara reyndar sko það er svo merkilegt að maður horfir á RÚV, norska ríkisútvarpið og sænska ríkisútvarpið, það mál sem ég skil öll mjög vel. Að hérna eini munurinn á þessum fréttastofum málið. Það sama formið, það sama heilaþáttastarfsemi, það sömu sjónarhorn á allar fréttir og sami heilaþátturinn, rússagrílur og þessi ISIS-gríla og það sama prógramið í gangi í öllum Skandinavíuríkjunum. Og þetta samstarf sem að byrja núna í varnarmálum Skandinava náttúrulega bara til þess að fremja þessa glæpi gegn mannkyni sem í pípunum. Og ef þú ætlar að vera í svona glæpi gegn mannkyni business þá óbúslega nauðsynlegt að vera með eitthvað svona apparat eins og Sameinuðu þjóðirnar eða Vatíkanið eða eitthvað svona apparat til þess að stýra því. Þegar ef að fólk undir lögum manna þá getur það ekki, eða það sem allt annað fólk undir. Sko, áttu ykkur því að all elitan með diplómatapassa. Þess vegna dæmdur landráðamaður með diplómatapassa frá Íslandi og að vinna núna bara í District of Columbia sem æðsti maður þar, fínasta pússið okkar þar. Þegar það engir Íslendingar sem geta gegnt sendiráðstöðu nema dæmdir glæpamenn. Það eina fólki sem getur, eða landráðamenn sko, dæmdir landráðamenn. Það eina fólki sem við getum notað í utanríkisþjónustuna. Því að svona venjulegir Íslendingar eru bara fávitarmenni.
Þannig að þetta lið allt saman yfir öll lög hafið og það snýst náttúrulega allt þetta diplómatasystem og Sameinuðu þjóðirnar eru nánast og Vatíkanið eru skráð sem sér lönd og sér ríki. Og þið veit alveg í Sviss, það er svona bankahólfið, Sviss er bankahólfið og það er gríðarlega sterk hernaðarstarfsemi í Sviss. Þeir byggja á þessum Malaysia dæmi sem er besta varnarsystemi sem til sem er gamla stjórnarskrármyndin í gamla stjórnarskráin í Bandaríkjunum, hún var svona Malaysia dæmis eins og er í gangi í Sviss. Það gengur út af það er allir með vélbyssur og hernaðargræjur heima á sér. Þannig að þú getur bara móbilað sér alla þjóðina bara á korteri sko. Og þannig er besta varnarkerfið. Það eru valdstjórnir sem ætla að níðast á sínu eigin fólki, þeir vilja ekki Malaysia kerfi. Eins og Sviss er til dæmis. Þannig að Sviss er varnarkerfi með varnarkerfi fyrir Vatíkanið líka og Brussel, þið séum muni allir hryðjuverkamennir eftir Frakklandi, þannig að Charlie Hebdo hryðjuverkið þar eða leiksýninguna þar. Þá var lögreglan að bösta fullt af lið í Brussel, bara hryðjuverkamenn út alla Brussel, veit það hverju það er? Það er því höfuðstöðvar NATO er í Brussel og þeir eru að stýra öllu þessu hryðjuverkadrasli, þannig að menn eru að mæta á fundi þar og það er verið að undirbúa næstu hryðjuverk. ISIS er stýrt frá Brussel og Washington og Ísrael náttúrulega. Þetta vita allir. Þannig að Sviss er the Walt og það er komið núna líka svona í Filippseyjum er komið svona bankahólf og á Svalbarða er náttúrulega bankahólf fyrir fræin, lífið á jörðinni. Og í Washington DC það er hernaðar og Pentagonið og það er hernaðarríkið. Þessi ríki, þetta eru sjálfstæðaríki sko, þau eru ekki hluti af Bandaríkjunum. Washington DC er ekki hluti af Bandaríkjunum og Vatíkanið er ekki hluti af Ítalíu, þetta eru sjálfstæðaríki. Og Vatíkanið þar er trúarbragða ruglið allt saman stýrt, hvort sem það heitir múslimska eða kristnaska eða búddiska, það er allur vellingurinn kemur frá Vatíkaninu, hugmyndafræðilega og öll vitleysan sem kennd er í háskólanum, hún kemur þaðan líka og í barnaskólanum, allt þetta kennslurugl og trúarbragða vellingur, hann kemur allur frá Vatíkaninu og það er sjálfstætt ríki. Og fjármálasvindlin og fjármálateikoverinn og fjármálasukkið, það kemur allt saman í gegnum City of London sem er ekki hluti af Englandi, það er sjálfstætt ríki. Og svo er Asíu útibúið í þessu brölti, það er Singapúr. Singapúr er the Asian Hub, það var áður hérna Hong Kong, ég held að það sé í Singapúr núna og Filippseyjum. Og þannig að þetta eru máttastólpanir undir þessu ógeði sem við erum að díla við. Og þetta fólk er ekkert undir neinum lögum. Þetta fólk þarf ekkert að fylgja lögum eins og ég og þú. Þess vegna gerir þetta fólk bara sem það sýnist. Það bara býr til einhverja verðtryggingu. Það er bara einkabanki. Já, ég ætla bara að verðtryggja lánin. Og bankinn stýrir verðbólgunni sjálfur, þeir stýra breytunni á lánunum sem þeir lánuðu með peningapröntuninni. Þannig að þetta er skipuleg glæpastarfsemi. Og svo alltaf verið að berjast einhverja verðbólgu og menn segja sko í pólitíkinni, þeir fara að spurja pólitíkus út í hvað með Seðlabankann? Hver á Seðlabankann? Já, það er nú bara pólitísk samstaða það að Seðlabankinn sé sjálfstæður. Nú, hvenær var kosið það? Hvenær var kosið það að þeir mætti prenta verðmæti og lána á einhverjum sviksamlegum hætti með verðtryggingu því að þeir stýra verðbólgunni sjálfur.
Og þið viti bara til dæmis með Libor-vextina, það bara fullsannað mál að Libor allt sem falsað. Það allt falsað, allar tölur, allt, það allt falsað sem kemur nálægt þessu valdstjórnaróki. Og og þetta allt saman glæpastarfsemi, svona með það sem það sem svona venjulegt fólk kalla glæpastarfsemi. Og það sem kemur úr trúargrunni, það virðist ekki hafa tekist að þagga niður í Jesú eða hugmyndafræðinni sem Jesú stendur fyrir, þessari Jesúfræði. Og það eru núna svona gríðarlega mikil vinna í gangi við að drepa þá hugsjón, sko. Og allt það fólk sem að tengist því, og þess vegna sjáðu verið að kasta einhverjum kristnum fyrir borð, blessa, þetta allt saman leiksýningar og kjaftaði. Eða þeir ákast ég bara drepi fólk og svo bara búin til eitthvað saga svona. En það nú rannsóknarverkefni hvað verður allt þetta flóttafólk. Hvort það séu einhverjar útrýmingabúðir í gangi með það, og við vitum að fólk kemur ekki inn í löndin, allavega ekki Svíþjóð og Noreg eða Ísland. Það eru svona fólk sem bólusett alveg bak og fyrir. Og þá að spurning hvers konar bóluefni það eru, hvort það séu eitthvað í stíl við það sem var beitt í Ísrael. Og það allt fullsanna mál. Þannig að við erum að glíma við gríðarlega hættuleg fyrirbæri, og ástæðan fyrir því að bankar í heiminum, menn bara hefðu góðan daginn, hérna var banki tekinn fyrir að þvo eiturlyfjapeninga, og þið veitum alltaf í Afganistan, þar framleitt ópíum, NATO og CO að framleiða ópíum þar. Og bankarnir voru böstaðir fyrir það að þvo peninga upp á trilljónir dollara, og svo þurftu þeir bara að borga sekt sem var eitthvað að brota af hagnaði eins ársfjórðungs hjá þeim. Og þetta að sama, og ef við myndum ræna þennan banka sem ég var að tala áðan, og við myndum ræna 300 milljónum eða 3 milljörðum eða eitthvað, og síðan var að hlaupa út með fenginn, og þá kæmi lögreglumaður utanfrá. Við erum alltaf búin að eyðileggja allt liðið í bankana með klámi, með hefndaklámi. Og þaðan kemur nafnið hefndaklám. Þetta reyndar að vera hernaðarklám, að þetta notað í hernaðarlegum tilgangi. Og þá komum við hlaupandi út úr bankanum með fullt af peningum. Við erum með 3 milljarða. Og þá kemur löggan, þið þurfum að borga, ég hef komin að þess að handtaka ykkur, og þá segjum við bara eins og þessi banki, HBSC banki, sem Rothschild banki, rauðskjaldbanki, þá segjum við bara, við borgum bara hérna 3 milljónir, eða 30 milljónir, við látum fá 30 milljónir af fengnum. Já, ok, þið megið fara. Þannig bankastarfsemin í dag. Það fólk sem að drepa ungmenni, af því að ungt fólk sem lendir í fjárhagslegum erfiðleikum, það fremur sjálfsvíg. Það bara vísindalega þekkt, eða það svona staðreynd, bara eins og þyngdarlögmálið. Og þessari starfsemi bara leyft að vera í gangi. Það að því, ef þið hugsið þessar 3 meginstoðir undir þessu veldi, sem Vatíkanið, trúarbræðakerfið, það bankakerfið City of London, og það nú fullt af Íslendingum sem fóru þangað, og Washington DC sem hernaðarbröltið, og Brussel, það sem og núna EB, sérstaklega Brussel, það sem NATO-drastlið. Þetta, City of London og bankar og þeirra vegum, og frá Singapore eða Ísrael, þeir untouchable. Það enginn sem að gera neitt, fer með þá fyrir dómstála, þeir fara bara með fólk eins og þeir sýnist. Og löggumellirnar bara með í glæpnum, þeir lokkaðir inn í eitthvað svona söfnuð eins og frímúrarhreyfinguna, og þar þeir heilaþvegnir, og þeir munu góldúkin, og það settu góldúkur í kringum hausinn á þeim, og þeir gangum og ánægði, já, ég með svona lögguhúfu, þeir heimsku haugar, lögguhaugar, ganga alveg ég með valdið.
og frímurrarnir bara, já, allt lægins. Þú ert með goldúk hausinn sem táknar að þú ert heimskur hálfviti. Það er það sem að þú ert með hausinn á þér. Og þú veist það ekki einu sinni. Þannig að ég er alltaf að tala saman hlutin aftur og aftur og aftur í nýju samhengi. Það er þannig sem þetta er gert. Hérna, eru þeim einhverja spurningar eða málefni sem þið viljið fjalla eða er eitthvað sem ég er að gleyma eða er eitthvað áreiðandi í gangi? Ég vil þakka aftur Hafþóri fyrir sendinguna og gjöfuna og ef að þið viljið fara að senda mér svona alls konar gjafir, það er rosa gaman. Þá megið þið alveg absolutt senda mér þennan seðil hér, fyrst þið að senda mér svona alls konar seðla. Og hérna, það er þessi hérna. $100 trillion. $100 trillion. Þessi er hérna, ég vil eignast eintaka þessum. Þeir eru seldir hérna í Svíþjóð reyndar. Hérna, ertu hættur? Hvað er þetta komið? Þetta er bara 2 tímar. Ég hérna er búin að vera að reyna að vinna mig fyrir peningum. Það er svona, það farið ótrúlega mikil tími í það hjá mér. Já, málaliðar, Blackwater á Íslandi, það er búið að breyta íslensku lögum þannig. Ef þið lesið lögum ríkislögreglustjóra þá sjáið þið að það er búið að breyta þeim þannig að það er auðvelt fyrir aðila eins og Blackwater að operera á Íslandi. Það hlýtur það vekur mér allavega gríðarlegum áhyggjum. Sko ef að ríkislögreglustjóri segir, já við þurfum að fá Blackwater hérna inn, þá er það bara mættir. Einn maður á Íslandi getur opnað fyrir Blackwater til Íslands með vopn og skriðdreka og allt rallið. Það er búið að ganga frá þessu öllu í lögum. Og þá hlýtur maður að fara að spyrja sig af hverju? Af hverju er verið að gera það? Hvað er plottið með það? Hvað er ruglið það? Þannig að ég verður líka að passa ykkur að ég bladri ekki bara allt út í einu þætti. Það er nú að hafa eitthvað í næstu viku. En hérna, ég sett auglýs eftir þessu hérna, en þetta er náttúrulega tákgrænt peninga. $100 trillion for the Federal Reserve Bank of Zimbabwe. Býtum við, sjáðu hérna. Sjáum hérna betur. I promise to pay the bearer on demand $100 trillion for the Reserve Bank of Zimbabwe. Ég lofa. Þetta er þetta sem þau kalla promissory note. Og promissory note er loforðapappír. Og hérna þetta er hérna já, vopnin eru á hálendinni, bíðið bara rólega, það kemur allt fram á réttum tíma. Hérna promissory note, það var gaur í Ástralíu sem að bankinn var að taka húsið á og ráðast á eins og gert er á Íslandi. Og hann fékk náttúrulega einhverja málskostnaðarreikninga og alls konar rugl. Og hann skrifaði promissory note eins og þetta hér. I promise to pay. Hver er það? I promise to pay. Og það sem hann gerði, hann skrifaði einfaldlega pappír sem að stóð, ég lofa að borga þessa peninga.
og that's it, hann borgaði lögfræðingakostnaðinum og bankanum með því. Og það er það sem að ég er alltaf að tala að ef þú ferð inn í völundahúsið hérna í Belja, Framsóknarflokkurinn, Stebbi, það er uppáhaldsflokkurinn þinn. Þú er átt á því, Stebbi, það getur verið að Blackwater hafi hætt við af því að upplýsingarnar komið fram. Þess vegna verður þeir alltaf að vera svo paranoid með allar upplýsingar. Það getur stoppað aðgerðir hjá þeim. Já, þið geta alveg þakkað mig fyrir það. Hérna er, sjáðu, Freemason augað og hérna sirkillum. Hérna fullt af patternum og Framsóknarbeljan alltaf, má ekki gleyma henni. Og hérna, ég reyndar held að Framsókn sé næst veruleikanum á öllu stjórnmálaflokkum á Íslandi. Hinir eru bara algjörlega viskulausir kjánar. Þannig er það. En hérna, það er ekkert merkilegt sem ég vilja tala er ég bara búinn að tala allt sem skiptir máli. Hvað er í gangi hérna? Ögmundur er á kafi í þessu plotti líka. Þetta var leiksýning hjá Ögmundi. Ögmundur var dómsmálaráðherra í 4 ár og hann veit þetta allt saman. Hægri vinstri blekking, þetta er bara blekking. Eins og Obama og Putin eru að vinna báðir í Þjóðleikhúsinu, sko. Ég meina, trúið þið því að þegar að De Niro er, þú veist, blindur kall í einu þætti og gangster í einni bíómynd og gangster í annarri bíómynd. Fattið ekki að þetta er sami maður sem er að leika. Sama er með með Ögmund og Vinstri græn og þetta er allt sama drull, þetta er bara eins og fjölbragðaglíma. Ég meina, trúið þið að úrslit í fjölbragðaglímu séu sanngjörn, þetta er leiksýning. Hvað er Berti með Zimbabwe dollara? Já, ég var að tala Zimbabwe. Wrestling. Okay. Þeir eru allir hluta leikritinu. Það hefur verið að blekja ykkur. Þið eru bara gullfiskar í búri. Þessi starfsemi þetta er Alþingi. Þetta er reyndar stundum alvöru, street fighting, en þetta er sjó. Ekkert af þessu, og þeir fara allir saman eftir sjóið út að skemmta sér, sko. Og sama gildir elitumafíun í Íslandi. Þeir fara allir út að skemmta sér og eftir, sko. Og þetta er allt saman bara blekking. En hvað varst það? Það byrði nú við. Wow. Ég var að tala Zimbabwe, já. Það er náttúrulega í Afríku eru svolítið annað ástand, sko. Þar er fólk bara, fólk hefur ekkert val í Afríku. Afríka er gjörsamlega undir hælnum á New World Order, sko. Mugabe, það kemst enginn til valda í Afríku nema hann sé undir hæli, nema það var endar Sómalía. Sjóræningarnir voru í raun landhelgisgæsla. Þeir voru að
bösta báta sem voru að henda toxic waste í landhelginni á þeim. Það er þetta sem kalla sómalskir sjóræningjar. Það gerð heil bíómynd til þess að kofvera það. Hvað raunverulega þetta lið er að gera. Róbótarnir taka völdin, það er næsta sem að í næsta útrýmingaherferð, þegar að sko þið þurfa átt okkur á því að við megum búast við því að vera drepin af róbótum, hernaðaróbótum frekar heldur en hermönnum. Og við vitum hvað er óþægilegt þetta drónadrasl. Fólk lifir í gríðarlega miklum ótta alla heimsbyggð þetta drónadrasl. Þetta er það hræðileg vopn. En það talaði að þegar hernaðaróbót, sko, þeir eru tilbúnir, hernaðaróbótar. Og ein kenningin sem ég heyrði var að þegar elitan ætlar að keyra þetta útrýmingaprógram í gang, þá fara þeir í neðanjarðarbyrgin sín og CERN getur til dæmis verið eitthvað cover-up fyrir bara heila neðanjarðarborg, sko. Það er alveg möguleiki. Og CERN sé eitthvað svona segulvopn til þess að verja, það er allt saman opið, eitthvað fara allir þessir skriljónir, sko, úr svarta budgetinu, sko. Og menn er að tala það að þegar að allt er farið til fjandans, þá fari elitumafían onni í bunkerinn sín og starti róbótum. Og þeir fara þá að lóta sig sjálfur bara af vopnum og eiturefnum og það sem þarf. Og síðan fara þeir bara að vinna sína vinnu. Og þess vegna er fullt af hvítu göttuna. Og þess vegna til dæmis það er svo mikið að cover upp í gangi líka. Til dæmis Google var að tala að fá GPS-adressu hjá öllum til þess að geta sendt einhverja pakka. Og það er náttúrulega bara til þess að þeir eru með GPS-adressu hjá öllum. RFID-chipin, þessi chips, snýst allt það að hafa kontról á fólki og auðvelda útrýmingu á því. Af því að það er ekki endilega að þeir vilji útrýma öllum, þeir vilja bara útrýma þeim sem að eru tengslu við raunveruleika. Þeir þola illa þannig fólk, þessi fávitar. Júdas og Konstantín, já, það er óbærslega mikið að skáldskap í biblíunni. Þótt að eitthvað based on, hvernig er í bíómyndunum, based on a true story. Biblían er að hluta til based on a true story. En hún er náttúrulega eins og hún er. Og allt til með það. Ég meina, maður getur ekki alltaf gert kröfu að allt sé eitthvað eins svona eða hinsinn. Hún er bara eins og hún er og maður þarf bara að vinna úr henni eins og hún er. Af því að í biblíunni er aðferðin við að brjóta brott dauðans. Og það var byltingin sem aldrei tókst að þakka niður í. Það var kristna byltingin og hefur ekki tekist enn. Þannig að það er ástæðan fyrir að vera að dímonæsa Jesú og biblíuna og hérna kristna. Því að þessar kristnu kirkjur eru náttúrulega business. Ég meina, farði í einhverja kirkju á sunnudaginn. Farði í einhverja kirkju og spurðu, ef ég fer hérna í hina kirkjuna, kemst þið á til himna? Og það er nei. Þeir eru ekki með réttu túlkunina, sko. Þú kemst ekki til himna með þeim, sko. Það er bara hérna. Við erum með einu réttu túlkunina á biblíunni. Og by the way, ertu með kennitölu, ég geti sendið gíró. Og svo ferði í hina kirkjuna og spurðum kirkjuna sem hún varst í, herðu, ef ég fer í hina kirkjuna, fer ég til himna þar? Nei. Þeir eru alveg búin að klikka á kenningunni, sko. Þeir lesa biblíuna ekki svona beint, heldur halla þeir alltaf svona. Þeir lesa svona, sko. Við lesum hana svona. Það er allt annað, sko. Ef þú lest hana svona, þá kemst ekki til himna. Það er bara þannig.
Og þannig að þetta allt saman stjórnkerfi. Þetta allt saman blekkingar og bull og vitleysa. Þannig nú það. Ég að treyta hérna með þér í útsendingu. Og þeir að loka í Bandaríkjunum. Nú markaðnir að loka. Þannig að það ekki hægt að treyta á lokuðu markaði. Það ekki vinsælt. Það verður að vera opið. Þannig að hvað mikið eftir 2 mínútur. Þannig að það eiginlega bara fyrsta skref átta sig á því að við erum gullfiskar í vatni í fiskabúri. Og það búið að mæla það að gullfiskurinn með 30 sekúndna minni, cirka 2-3 sekúndur. Og það búið að reikna það út af mannfólki með 4 ára minni. Og þessna kemur fólk á 4 ára fresti. Já, kosningar, breytum öllu. Já, kosningar, breytum öllu. Já, kosningar, breytum öllu. Af því að það búið að reikna það út mjög nákvæmlega að gullfiskurinn með 2-3 sekúndur og manneskjan með 4 ár. Og síðan bara byggir valdstjórnin upp sitt kerfi með sitt black budget og stelur öll og gera allt sem þeim sýnist, drepa bara þeim sem vilja og nauðga litlum börnum og drepa þau og drekka úr þeim blóðin. Og eyða fósturum og segja að þetta ekki manneskjur, þetta bara bragðefni í Pepsi og Coke, þessi litlu líf sem inn í móðu sinni, við tökum þetta bara í bragðefnabransan. Og þannig þetta gert. Þetta allt saman bara viðbjóður og meiri viðbjóður. Þessu fólki verðist líða mjög vel í þessari djöfladýrkun eða Satúrnsdýrkun. Þetta frá Satúrn allt saman. Og Jesú sólardýrkun. Og já, allar heimsmyndir eins og eru í gömlu goðafræðunum og eddukvæðunum eða var ekki eddukvæðinu. Þetta allt saman sama heimsmyndin. Það því að og sama eins og með kirkjuna, ef þið farið í eina kirkju núna á sunnudaginn, ekki morgun heldur hinn, þá segir þeir nei, ef þú ferð í þetta fiskabúr þá það alveg ómögulegt vatnið þarna hinum megin. Þessi fiskiskál og svo ef þú ferð hina þá segja það sama. Og þannig pólitíkin. Og þannig að við erum bara föst í þessum litlu fiskabúrum. Þangað til komið á Frelsi TV. Og og ég reynda mjög ánægður, það mjög margir hlutir sem ég hef fjallað sem eru komnir inn í bara þjóðfélagsumræðuna og eru nánast orðnir bara common sense, eins og með peningakerfi. Og sjáðu, núna koma þeir með alls konar það fullt alþingismönnum sem hlusta á mig hérna, regla, velkomnir, þið megið fara að senda mig peningar þetta. Hluta ránsfengnum, eða ekki? Að þeir eru að leita lingói og nýjum blekkingum. Það sem með leiðréttinguna. Við í Hagsmunasamtökum heimilna reyndar vildi ég fyrst fara í greiðsluverkfall og við reyndum það. Fólk fattaði ekki þetta konsept greiðsluverkfall. Það bara fast að synda í ringi í fiskibúrinu sínum. Og síðan var krafan leiðréttingu og við vorum reyndar á þeim tíma ekki alveg búin að fatta að við varum í vatni. Við lifðum í svona miklu blekkingum. Og ég get nánast garanterað að kröfur hefðu verið allt aðrar í dag. Og það sem ég vildi gera var að dæma þessa verðtryggingu skipulega glæpastarfsemi. Það eins og hún og ég hef náttúrulega sagt það í mörgum vídeóum áður.
En málið það að það eru hérna fullt af alþingismenn og aðstoðarmenn, ráðherrar eða hvað heita allir þessir allsberu keisarar. Þeir ganga eins og löggurnar með heimskuborða hausinn og vera að segja til mig og kallaði mig vitran, kallaði mig gáðan. Og það var svolítið lýsing Jesú að farisjánum. Þeir voru allir að ganga bæinn og ég svo vitur, ég svo heilagur. Og svo fóru þeir allt og voru að dæma menn, sko. Og eitt af lykilatriðunum í Biblíunni, það segja, ef þú skilur ekki Biblíunni, og ég náttúrulega kem frá kristnum bakgrunni, ég veit ekki, þetta eflaust sömu konseptin í múslímatrú eða öðrum trúum, ég bara þekki það ekki. Þannig ég fer alltaf í þann bakgrunn sem ég þekki náttúrulega. En muni þegar að þeir komu með hórkonuna, einhver kettling sem var staðinn að hóri, það bara, hvernig sem það túlkað eða skilgreint. Og þeir komu með hann og segja, já, það stendur hérna í reikningunni að það að grýta þessa konu. Það dómurinn yfir henni. Og þeir segja við Jesú, herðu, hér við konum með konuna, grýta hana. Þú byrjar að grýta hana. Og því líst að Jesú fer svona niður og fer að skrifa í sandinn. Hvað fer hann að skrifa? Skrifa kannski fuck you stupid bastards eða eitthvað. Skrifa eitthvað svona skemmtilegt í sandinn. Hornet Viper bastards eða eitthvað. Allavega þá grýtti Jesú kastaði ekki fyrsta steinum. Og sagði náttúrulega þessa frægu setningu, sá ykkar sem syndlausir kasti fyrsta steinunum. Og þeir hunskuðust allir heim þessir hálfvitar. En ég náttúrulega með vinkil á þessa sögu sem að þú heyrir ekkert í neina þessum tíundakirkjum. Og það af hverju braut Jesú lögmálið. Og þá búinn til hann kom til þess að uppfylla lögmálið. Svona, það allt sett í eitthvað svona dulrænan búning til þess að þú áttið ekki á merkingunni. Sko, hann var einfaldlega að segja á svona hópista lög eins og valdstjórnin og laga drulli sem veður út úr raskatun á þeim. Hann var einfaldlega að segja þið eruð að brjóta náttúruleg persónulög á þessari konu. Þið viljið að ég brjóti á rétt hennar, sem þýðir það að þar með hef ég tapað öllum mínum rétti. Ef að Jesú hefði kastað fyrsta steininum á þessu konu, þá hefði hann verið réttræpur sjálfur. Að því að leið og þú, eins og þú sáir myndu uppskera. Að ef hann hefði kastað fyrsta steininum, þá hefði hann verið réttræpur. Þá ertu orðið með í kabalinu, sko. Þá ertu komin í klúbbinn, eða í heimskuna. Og hann svaraði þessu svona snilldarlega, hann sagði, ég sá eitthvað sem syndlausir kastið fyrsta steininum. Og ég sé núna, lögreglan íslenska, og það ákveðið heila þvottarprógramm í gangi þar, að þeir eru fannar að ráðast á fólk af litlum sökum og fara rosa og bara lumbra á því, sko. Og þau getur flett upp á dómstólum eða í Hæstarétti undir brot gegn valdstjórninni. Og þetta lömunar, þetta aðferðafræði lömunarveikinar. Það verið að lama fólk. Margir spurðu í Þýskalandi, af hverju tók fólk ekki á móti? Af hverju, það voru fleiri þúsund manns drepnir og það gerði enginn neitt. Það voru allir eins og lamaðir. Það í prógrami sem í gangi með þetta hugtak brot gegn valdstjórninni. Sko, ef að lögregla kemur að þér
fyrir litlar eða nánast engar sakir með ofbeldi, þá er það ekki brot að verja sig. Það er ekki þannig. Það er bara lygi sem að verið að þjálfa þessa vitleysinga upp í, og það virkar ekki þannig, sko. Þú getur aldrei rökstutt það að kona sem berst gegn nauðgun sé að brjóta gegn einhverju hugtaki sem heitir valdstjórnin. Það er ekki hægt. Það virkar ekki. Sko, lögreglan getur ekkert bara beitt ofbeldi og ekki búist við einhverju responsi. Það er ekki þannig. Og ástæðan fyrir það er verið að keyra þetta brot gegn valdstjórninni núna og láta lögregluna þjálfast upp í gríðarlega miklu ofbeldi er til þess að lama líðin, til þess að lama fólkið. Það er markmiðið með þessu. En sko, valdstjórnin er bara hugtak. Ég sendi til umboðsmann Alþingis tölvupóst og spurði hann: geturðu gefið mér heimilisfang og kennitölu valdstjórnarinnar? Og umboðsmaður Alþingis svaraði: nei, það er ekkert svoleiðis, þetta er bara kaflaheiti í hegningarlögunum. Og þetta er ástæðan fyrir að ég er að segja að þessir atheistar og allir þessir fávitar sem þykjast allt vita, sko, að eina sem þeir hafa gert að þeir eru búin að hoppa úr einni fiskiskálinni yfir í næstu. Og sko, Guð, það var alltaf sagt í rannsóknarréttinum og þegar þau níðingsverk voru öll framkvæmd: þetta er brot gegn Guði, þetta er guðlast, þetta er brot gegn Guði. Og þannig var líðurinn lamaður til þess að hægt var að brenna fólk á báli og ég veit ekki hvað og hvað. Og lógikin í því réttafæri var að ef þú kastar konu, ef þú kastar mannesku sem er ákærð fyrir að vera norn eða seiðkall út í straumharða á og hún drukknar, þá er það sönnun fyrir því að viðkomandi var norn. Og sama var með brennunar, þar sem fólk var brennt á báli. Það var sagt: ef að fólki brennur, þá er það norn eða seiðkall. Svona er þetta gert. Og það þarf að keyra lömunarveikisprógram þannig að fólk geti ekki svara fyrir sig. Og það er meðal annars afvopnunarkerfi eða afvopnunar heilaþóttur Sameinuðu þjóðanna. Þess vegna vita ég var búin að mæla með því að allir Íslendingar myndu gangi í veiðuklúbb og bara opna sem flesta veiðuklúbba og læra að veiða sér til matar með almennilegum græjum, sko. Og það er svona sem þetta er gert. Og endilega leitið upp á vefnum, lesiði þessa brot gegn valdstjórninni dóma og þá sjáuði mjög fljótt samhengið og þjóðfélagsverkfræðin á bakvið þetta. Þannig að þessu fólki er full alvara. Þetta eru engir aular eða þannig. Kannski sýni ykkur henni lokin mynd af nýjasta gæludýri valdstjórnarinnar sem að kalla sig Pírata. Það er gæludýr sem að nei, ég er ekki með myndaði. En Píratar eru ekki með neinar hugmyndir eins og ég er að tala fyrir til dæmis. Þeir bara að halda áfram í vitleysunni. Og ég hef náttúrulega líkt því sama við að byggja hús á sandi. Og menn eru Píratar eru með það á stefnuskráni að vera með rósóttargardínur í turnunum sem er byggður á sandi. Þeir eru með það á stefnuskráni að hafa veggina hvíta en ekki græna. That's about it, sko. Þeim er alveg sama út að þakið leggja áfram.
þá er ég að tala verðtrygginguna. Þeim finnst hún bara fín. Þeir eru bara með lömuluvíkina. Þeir ætla ekki að breyta neinu kosningakerfi, þeir eru mjög ánægðir með kosningakerfi. Bara, það er slett svona, við ætlum bara að koma 4 ára fresti. Bara, allt nýtt bara, já nú breytum við öllu, vá, frábært. Þeir ætla bara að synda í hringi með hinum gullfiskunum. Og þeir eru að kalla fólk heimst, sem að fólki er upp til hópa. Það er vatnið í sundlauginni, eða það er kúkurinn í sundlauginni, það er vatnið í jarðakringlunni, sem er fiskabúrið. Þegar ég segi að gullfiskar eru heimskir, eða þeir hafa bara 2-3 sekúndur í minni, er ég á eitthvað reiður við gullfiska, eða er ég að segja að þeir séu eitthvað vondir, eða? Nei, ég bara greina frá ákveðinni staðreynd eins og ég sé hana. Eins og ef ég segi við einhvern herrið ekki sleikja rafmagnsnúruna með hann í sambandi, er ég að segja að við komum til sé hálfviti, eða er ég með, veist, nei, ég er bara að segja ekki gera þetta er ekki gott fyrir þig. Og það er hluti það er hluti af uppeldinu, að vera óbúslega móðgaður yfir svona köllum eins og ég, sem er að segja hlutina bara hreint út eins og þeir eru. Og Píratar eru líka operatorar í alls konar tölvumálum og í Bitcoin. Bitcoin er stýrt af valdstjórninni. Svona rafmiðlar eru hluti af hugmyndum með næsta peningakerfi. Þið sjáðu í Noregi er skilaður 2 ársreikningu, eða 2 ríkisbókhald. Annað er peningabókhald og hitt er CO2 bókhald. Og það er það sem þeir eru að reyna að gera, er að fara yfir í CO2 peningakerfi úr þessu klósettpappírskerfi. Takk fyrir þetta. Þetta gladdi hjarta mitt. Nokkuð naskur Hafþór að finna réttu taugina hjá mér. Þetta fílaði. Og svo senda mér líka alvöru peninga sem ég get keypt mér 7,5 bjór fyrir. Þetta kom bara í gær í dag, ég held að þetta hafi komið í gær. Þannig að ég veit ekki, ef maður ætlar að byggja hús, finnst ykkur að maður eigi að byrja á gardínunum og þakinu, eða maður að byrja að pæla í grunninum? Hvað finnst ykkur? Ég er reyndar sumra, ég er náttúrulega, ég hef komist það langt að ég fengið inngöngu í háskóla. Ég er búið með þetta millistig þarna. Og ég fekk inngöngu í háskóla rétt áður en ég flutti úr landi, þannig ég náði ekki að nýta með það. En ég get byggt hús og gert allt. Og þá er ég að tala um alvöru flott hús, þar sem allt virkar og allt er æðislegt. Einbýlishús, ég treysti mér ekki mikið herra á þetta, ég hef upp á 2 hæðir kannski. Ég þyrfti nú að afla með meiri verkfræði þekkingar til að fara að herra upp, en ég get byggt einbýlishús og ég get hannað það. Ég vann með arkitekt mikið þegar ég var að byggja hús og ég er náttúrulega grafískur hönnur sem ég menntaði mig sjálfur í og ég hef kennt það. Ég hef kennt grafíska hönnun og markaðsfræði og ég bjó mér það til sem markmið þegar ég byrjaði þeim bransa að sami maðurinn, og það er ég get sem sagt gert markaðsgreiningar og viðskiptaáætlanir og búið til nýjar vörur og er einmitt með eitt svoleiðis verkefni í gangi. Ég get þá síðan hanna logoð og allt það og ég get gert textan og komið hugmyndir og konsept að hlutunum. Ég get tekið ljósmyndirnar og vídeóin og allt það sem þarf og ég get, þú veist, flestir svona auglýsingastofur eru með eitt sérfræðing í hverju sviði fyrir sig. Ég ákvað að þjálfa mig bara upp í þessu öllu og og er svona eins og kannski svissnesku hnífur. Ég er ekkert kannski dýpstur á öllu, en
en ég klára mig af því sem ég geri og það er mjög mikið hagræði í því að sami maðurinn hafi yfirsýn yfir allt. En það hefur líka galla náttúrulega, ég áttum á því. Þannig að ég myndi til dæmis treysta mig til þess að hanna alveg frá bara hugmynd að flytja inn, að gera hús sem væri mjög fallegt og staðist allar kröfur, eða mínar kröfur og og staðist á jarðskjálfta og vind og þetta sem að ónáða okkur. Og það er þetta sem ég hef alltaf elskað að gera, það er að læra. Og þegar ég gengi vinnu einhvers staðar þá hefur ótrúlega mikil áhrif á val mitt að gangi vinnuna að ég læra eitthvað á því. Ef mig langar að læra að búa til pizzur þá fer ég að vera svona grár köttur fyrir utan pizzastað til þess að reyna að fá vinnu þar til að læra að búa til pizzur. Og ef ég ætla að fara að byggja meira heldur en 2 hæðir þá ég reyndar á bók burðarþolsfræði sem ég ætla að lesa þegar ég hef tíma. Og þannig að sjálfsmenntun er í raun miklu öflugri og miklu betri heldur en þessi heimskumenntun sem við búið. Það er komið eitthvað, ég ætla að svara þessu spurningu sem komin núna, svo fer ég að hætta. Þetta komin í hvað? Þetta 2 tímar, það er nóg núna. Já, ég hef ekki séð myndina hennar Birgittu. Píratar eru, ég áttum ekki alveg, staðislega hluti Pírata eru nýtt sem kjánar, áttu ykkur á því. Þeir greiddu atkvæði með lögum sem að gjörsamlega brutu all tölvufriðhelgismál sem hægt er og þeir segjast vera sérfræðingar í því. Sérfræðingar eru fávitar upp til hópa. Það er nú vandamáli með sérfræðinga, það er innbyggt í svona sérfræðingakerfi heimska. Og svona ríkiskerfi, ríkiskerfi einhver endast kannski í eina kynslóð. Því að fyrsta kynslóðin að verkfræðingum og læknum og tannlæknum og allt þetta fólk var í beinu, eða viðskiptafræðingum eða hvað það heitir allt saman. Þeir voru í beinu viðskiptum við fólk. Og ef að til dæmis ég ætlaði að byggja hús, þá bara fann ég mér besta, eða spurðist ég bara og síðan fekk ég bara húsasmíðameistara sem geði allt sem ég var að segja á það. En síðan koma fullt af svona blóðsugum og afætum og vilja ríkisvæða allt og þú þurft að leyfi til þess að prumpa og það er allt bara undir sko. Og það virkar jafnvel vel í eina kynslóð af því að fólki sem fer úr alvöru kerfi, það sem er bara samkeppni, það sem ég get bara sagt fuck you, maður, ég ætla ekki að fara að láta þið byggja hús fyrir mig. Það er mjög mikilvægt að geta haldið þeim rétti og ég get byggt það bara sjálfur ef ég finn ekki eitthvað í það fyrir mig, ég bara hef val, ég gerir bara það sem ég sýnist, þetta er bara landið mitt og ég byggi bara það sem ég sýnist og bara fuck you, ekki vera að þvælast á mínu landi sko. En ég styð þig til þess að eiga þetta eigið land sko. Og þetta er nefnilega, málið er að þetta virkar ágætlega í eina kynslóð, meðan að þeir sem eru verkfræðingarnir eða læknarnir eða þessir afættu blóðsugu hálfvitar, að meðan þeir muna hvernig það var að vera í samkeppni og þeir þjálfast upp í samkeppni, þá vinna þeir störfin mjög vel. Af því ef þeir vinna ekki störfin vel, þá fá þeir bara fokkjú í andlitið og það ringir enginn í þá meir. En hins vegar þegar þú ert komin inn í þetta farisea kerfi, þá er það orðið þannig að þú mátt ekkert byggja hús nema að díla við þennan fávita og þú mátt ekki fara með börnin ekki það ég sé að mæla með að fara með börnin í skóla en skilur, þú farð ekki fisk úr sjónum nema þú látar einhvern sérfræðing setja hendinu upp í raskataða sko. Og eins og segi, þetta virkar ágætlega í eina kynslóð meðan að einstaklingarnir sem eru í þessu nýja kerfi muna handtökin frá því áður. En síðan kemur önnur kynslóð og þriðja kynslóð
og það fólk sem hefur aldrei þurft að gera neitt. Það fólk sem getur ekki skeymt sér skamlaust. Það bara samansafn af hálfvitum og fávitum. Það og háskólasamfélag er fjöldaframleiðsla á fábjánum og heimskingjum. Það háskólinn. Háskólinn fjöldaframleiðsla á heimskingjum og fábjánum. Það það sem það snýst um. Og svo eru menn eins og upp í háskóla, einhverju stjórnmálafræði eða viðskiptafræði, einhverju svona fræði, og þar að segja, já, frjáls viðskipti eru það besta. Það besta menn svona gera þetta fuck you dæmi eins og ég var að segja, veist, það voru ekki með eitthvað sem ég vantar, bara fuck you, bara ég ætla ekki að skipta við þig, sko. Ég bara gera þetta sjálfur það eða eitthvað. Og þeir eru að segja, já, það best að hafa þetta svona, en ég ætla að vera hérna með æviráðningu í háskólanum, í blóðsugu kerfinu og í heimskingja hófinu, sko. Og það það sem í gangi. Það bara heimska. Eins og fiskurinn í hérna, man ekki hvort það var með hérna, það var búin að loka fiskabúrinu. Hvað í gangi með það? Nei, hérna önnur svona flott mynd. Næs, það greinilega búið að myndskreita kenninguna fyrir mig áður en ég kem með hana með þess að. Eins og ég segi, það síðasta sem fiskurinn fattar vatnið sem hann svamlar í. Það síðasta sem fólk fattar í þessu þjóðfélagi sem við erum með í gangi núna heimskan. Fólk gengur þjóðfélagið og að heimta alls konar hluti og tjá sig alls konar mál, og vatnið eða andrúmið eða speysið sem það í heitir heimska. Hópismi heimska. Það ekki hægt að orða það neitt öðruvísi. Og allt þetta skattheimta með valdi, hópisma, helvíti sem í gangi, það heimska. Og þess vegna alveg sama hvaða rit þú tekur upp úr mannkynssögunni sem eitthvað vit hefur, þessi heimska endurspegla sig mikið í bókmenntum, og nú ef það kemur einhver viska fram í bókmenntum þá hún umsvifalaust coveruð í heimsku, dæmi það til dæmis Biblían, að hérna það vatnið sem að mannfiskurinn fattar síðast. Það heimskan. Og það búið að sem sagt það það sem ein og ein bók, eins og boðskapur Jesú í Biblíunni, og þess vegna svo mikið að svona kúa mikið tróðið inn í þá bók. Það eru hópist að reyna að ná tökum á þessari perlu sem myndast þar. Að hérna það að því að fólk syndir bara hringi í hópist með heimskunni í svona litlu fiska skál, og það vandamálið. Þannig að skál fyrir því. Þannig að ég mun ekkert bakka með það eða skafa utan að því að háskólahús heimskunnar fjöldaframleiðsla á heimskum fábjánum. Það það sem það snýst um.
og ef ekki tekið á því þá er bara verið að byggja á sama sandinum aftur og aftur og það þarf ekki nema smá gólu þá hreinur allt draslið bara og það er nú bara veruleikinn. Þannig ég er kannski Newton í þessum vísindum. Það var þannig með Newton að það var ekki eins og hann byggði til þyngdarlögmálið. Það var bara einn daginn skrifaði hann á pappír og sagði þetta er þyngdarlögmálið, það er út af þessu og það er svona og þyngdarlögmálið er alltaf kennt við hann eftir það. Og eina sem hann var að segja er að ef ég sleppi þessu þá dettur það niður. Og fólk hefði bara, já ég meina ég vissi það alltaf. En fólk vissi kannski ekki af hverju. Og það er það sem ég er að gera. Ég er að láta svona stein detta ofan í fiskabúrið. Viskustein. Hotsteinin sem að felldi musterið. Og allt það. Þannig að það er ekki flott að kalla óbúslega mikið af fólki heimskingja ef maður er ekki með neina pælingar sem eru þá viskumegin. Það þarf alltaf að stemma náttúrulega debet og kredit með það. Ég tel mig með þessu grúski, sumt að ég hef diktað upp sjálfur, eins og páfagaukakenninguna og núna fiska að jörðin er fiskabúr. Að það eru gríðarlega mikið af svona kenningum sem ég er að setja fram og að vandamálið heiti heimska. Það er eins og Newton sagði, þetta heitir þyngdarlögmál. Þá segi ég vandamálið heitir heimska. Og að þá verður þetta væntanlega kallað Axels lögmálið eitthvað. Eða heimskulögmál Axels er ekki kallað þyngdarlögmál Newtons. Eða eitthvað svona. Þannig að takk fyrir í kvöld. Ég er búinn að svara öllum loka spurningum ykkar. Og ég vil minna ykkur á að styrkja mig. Það var óbúslega gaman að fá svona smá sendingu frá Hafþóri. Og mjög gott að nota PayPalin eða Western Union. Það virkar alveg eins og skott. Og ég meina fólk er að borga einhverja 1000 kalla í einhverja fjölmiðla og er til í að vera áskrifundur af áróðunum sko. Er þá ekki alveg ráð að vera einhvers konar áskrifandi á móteitrinu hjá mér. Og það er mikil hvatning. En ég þakka ykkur fyrir komuna og ég var búinn að hálfpartinn lofa ykkur að vera með alltaf á föstudögum klukkan 7. En núna er reyndar að koma upp uppdrag í Norge. Þannig að svona upp úr mánaðamótum í maí fer ég sennilega til Noregs. Og það er ekki alveg ljóst hvert ég fer, en ég er komið með 99% staðfestingu á jobbi á Vesturlandinu. Og ég gat nú gert vídeó þegar ég var í Lillehammer. Við sjáum til hvort að ég geti tekið græjurnar með mér. Ég er reyndar bara veit það ekki á þessari stundu. En það er líka allir að fara að chilla í sumarfríð, ekki? Ég er reyndar að vinna á sumrin, sko. Ég tek ekkert sumarfrí. Þannig ég vil vinna bara frá svona maí og fram í nóvember kannski. Já, fram í, ég vann reynda síðast til byrjun desember. Ég byrjaði líka aðeins seinna á árinu að vinna, sko. Þannig ég vil eiginlega vinna bara frá maí og fram í svona 1. nóvember kannski. Og það verið styrka vel. Það er fullt af krana fyrirtæki sem vilja fá mig til þess að lyfta drasli. Og þessna er til dæmis þessum með þetta að því að ég vinn við að lyfta mjög þungu drasli
þá áttaði ég mig átlunni sem þessa flugvél í Germanwings flugvél með fullri virðingu fyrir fólki og fjölskyldum í tengslu við það og þeirri sorg að ég menna flugrannsóknarmenn þurfa að rannsaka dót og það þeir ekki þar með að móðga fjölskyldur eða neitt slíkt sko og Guð hjálpi mér, ég ekki að reyna að móðga fólk sko eða minningu þeirra en bara út frá þyngdum þá svona flugvél cirka 40 tonn 30-40 tonn eða meira ekki 43 tonn fulllestuð og ef við sláum bara lauslega á 150 manneskjur cirka 80 kíló hver manneskja þá það 12 tonn af manneskjum og það eru hlutar af líkamanum það var þetta hlustandi sem benti mér á það gatninnar eru óbúslega sterkar í fólki og það eru bara líkamshlutar sem að verða ekkert að dufti sko. Og ég hef nú ekki farið neitt í lofti með þetta allir á ensku rásinni ég segi ykkur þetta svona henni trúnaði í lokin það allir kálfarnir eru löngu dottnir á hliðina það eru fáir sem halda út til loka fælsit í því sko eða þessum live þáttum það kannski að ef þú vilt vita hvað þú komið langt í samsæringaskólanum hjá mér þá getur þú mælt hvað þú kemst langt í svona vídeói og kennarar þurfa nú bara að standa upp í 50 mínútur og gala sín fræði ég að taka 2 og 3 tíma og ég held að við Guðjón hefum tekið debate í 6 tíma eða 8 tíma nei, við vorum í tæplega 7 klukkutíma held ég þannig að það þarf alvöru þungavíkta gaura í svona starfsemi dugu ekki í svona kettlingar eins og í háskólasamfélaginu Pældi þeir fannar að kalla sér háskólasamfélagið þeir líta á sig eitthvað læri menn hvernig var það leikmenn og lærðir menn þetta allt sama ruglið aftur og aftur og þeir vita að í Kambódíu þá ég ekki að tala að taka kambódísku leiðina á þetta Kambódíu þá voru allir drepnir sem voru með einhverja menntun sko leiðu að fara að drepa og ég meina hvernig allar að lækna ofbeldi með ofbeldi það bara heimska sko meira heimska að í Kambódíu var þeir svo parnót gegn mentafólki að bara ef þú varst með gleru þá var talið og væri menta eitthvað og þú bara drepin ég hef ekki á móti menntun sko ég bara hef á móti þessari heimsku og þú getur verið mjög menntaður en alveg naut heimskur það ekkert samhengi þar á milli Já, ég ætla ekki að fara meira út í flugvélina þið áttuðu ykkur á því líka að ég oft með alveg bara efni 4 þætti viðbót í málefnum en ég hef ákveðna stjórn á því hvað ég fer djúpt í mál eins og Germanwings ég mun ekki gera fleiri vídeo það mál og ég ennþá að báðum áttum með að gera 9-11 myndband með þess Ég mjög taktiskur í því sem ég að gera og ég sé það bara á það svona rosalega þungar það 300 tonn það grínast Þetta ég með rannsóknarteymi hérna í gangi Flott hjá þér Hafni að finna þetta fyrir mig þú ert alveg spot on að venju byrjum við hvað byrjum við ok, search a list já, ok Airbus A320 er
tons, hérna já. Byrjun á góði minn. Airbus A320 er 66 tonn. Já, það er eins og ég held sko. Það er ekki 300 tonn sko. Það fyrir aldrei á loft sko. En þær eru Airbus A320 eru 66 tonn. Já, það er maximum take-off weight. Það er hámars og þið vitið alltaf svona alltaf keyrt í botn sko. Menn er ekkert að fljúga fram og tilbaka heiminn bara hálf tómir sko. Þetta er Boeing 737. Nei, hún er ekki 300 tonn, það er ekki rétt. 737-700 er 58 tonn. 737-400 er 55 tonn. Þú ert að lesa pound, sýnist mér. Ekki. Hvað ert að lesa, Hafni? Ja, 50 tonn eru sko þið vitið á Íslandi hámars þungi svona flutningabíla er 50 tonn. Hérna í Svíþjóð er hámars þungi þeirra 60 tonn. En hérna ertu hins vegar með flugvélar eins og Antonov AN225. Hún flýgur með 591 tonn. Það er ekki að grínast. Sæll og blessaður, ég ætla að leyfa ykkur að fylgjast með því hérna sem ég er að gera. Þetta er svo áhugavert. Þessi flugvél hérna, hún flýgur með 590 tonn. Það er eins og 10 flutningabílar sem aka eyjuna, fulllastaðir. Ok, Boeing 747, já, rétt hjá þér Hafni, það er 300 tonn á þeim. Hárrétt, en þessi hérna er rosaleg, 591 tonn. Þetta er ekki að grínast maður, hvers konar smíði er þetta maður? 6 þoturhreyflar og frá Sovét. Sjálfsögðu, allt gott kemur frá Sovét sko. Lendingahjólin 1, 2, 3, veitum hvað það er, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Það áttu ykkur að því að það er fullt af frábæru fólki í vísindunum sko. Og út úr heimskunni kom alls konar góðir hlutir. Ég er raun ekki að tala menn á holda blóði, ég er að tala kerfið, eterinn, ég er að tala vatnið. Já, þú sagðir að gullfiskar kynni ekki að synda. Nei, ég er ekki að segja það. Gullfiskar eru frábærir í að synda. En þeir hafa ekkert minni, þeir muna ekkert nema í 2-3 sekúndur. Það gerir þá ekkert að vonda en eitthvað. A320, hún er sem sagt 66 tonn. Og hérna er einmitt Lufthansa vél. Hérna er einn svoleiðis. Já. Gaman að pæla í þessu sko. Eitthvað lítið þess að nota í eldsneyti maður. Antonov. Panta eina svona. Þú smíðar fullt af drasli án háskólamenntunar. Háskólinn er samfélag. Hefur ekkert að gera með menntun.
Ég meina, það er meira að segja til skýrgreining í lögum sem að heitir hérna, hvað er þetta laga? Ég man ekki lagískuna eða lagaorðið. Það er talað um það að einstaklingur getur verið með mjög mikla menntun hérna hvað heitir þessi klásuna í lögum? Það er svona þú getur verið sko besti stærðfræðingur í heimi en þú hefur ekki hérna nægilega mikla viskunds að kaupa þér bíl. Man ekki muniði lagalega orðið, þetta er hérna þegar það kemur það mjög hratt upp í hugan. Hérna, hvað heitir þetta? Þetta er lagaleg skýrgreining, sko. Já, en það þýðir sem sagt að þú ert mjög gáfaður og greindur samkvæmt þessum í stærðfræði eða byggja svona flugvélar eða eitthvað svona, en þú getur ekki farið út og keypt þér bíl eða pantað þér hamborgara. Og það er það sem ég er að tala um. Og það er þannig sem að þessar flugvélar og drastlega búið til svona. Það er með þessu huglæga þrælar helsi sem að fólk er í. En það má segja með píramídanum, það er fullt af cool stöfi sem hefur verið byggt, en mannhörmungarnar og lífin sem það kostaði eru skelfilega, sko. Og það virðist vera eitthvað í þessi trú að ef það er ekkert ofbeldi, þá gerist ekkert. Ég er að segja, sko, ef að þú sleppir ofbeldin, þá gerist bara ennþá meira. Þessar flugvélar væru bara, það væru búið að byggja, við getum tekið reikistjörnur og fluttar með flugvélum eða einhverjum förum, skilur. Ég trúi því að ef að, til dæmis, job þýðir just over broke. Og hérna, ef allir hefðu bara pening, skilur, þú hefur bara, það kostar 300.000 kall að lifa og allir fá bara 300.000 kall, það er ekkert vesen að lifa. Já, þetta á ég meira að segja á Facebookinu minni. Ef allir hafa nóg, þeir þurfa ekkert að vesenast í að vera hafa á að gera mat og svona grunnþörfum, þá hérna þá getur fólk bara notið lífsins. Og ég trúi því að þá hérna komi ennþá meira að svona svölum flugvélum og svona dóti. Sko, hugmyndin er að allir hafi hérna nóg fyrir mat og eitthvað svona. Og ef þú vilt meira, þá getur þú bara unnið. Þetta var nú ekki rétt að gluggi. Sjáðu hérna. Þetta er eldgamalt sem ég gerði þennan mánuð eða 2 sem ég var í Framsóknarflokknum. Þá voru menn alltaf að tala um einhverjum pólitík þetta og pólitík hitt og við þurfum að hjálpa þessum og gera þetta og gera hitt og við þurfum að hafa þetta svona og hafa þetta hins. En ég sagði, hvernig væri að við myndum bara að byrja á þessum 2 hérna. Bara klára þetta. Þetta er þessi Maslow þarfapíramídin. Og það var enginn sem að frelsi TV á toppnum alltaf. Sko, ef þú uppfyllir þetta hérna og uppfyllir þetta hérna, þetta byggir nú alltaf vali og fleira slíkt, og ef að þetta tvennt er bilað, sjáðu ekki músina mína. Allavega nefna númer 1, sjáðu þið músina. Já, ég vil bara þetta númer 1 og 2
að það sé bara fæðingarréttur okkar og réttur okkar, eða ekki réttur, það er bara hluti af okkur sem verður á jörðinni. Við eigum ekki að þurfa að hafa ágjörð þessu. Og nú ef ekki, ef það er ekki eitthvað system til að gera þetta, þá rettum við þessu bara sjálf. Og ef að þetta er vel uppbyggt, þá gengur fólk inn í miklu heilbrigðari sambönd og farisismi og fleira slíkt. Og þegar öllu þessu er lokið, þá öðlastu fullkomið frelsi. Þá ert þú við stjórn. Og ég trúi því að svona kerfi myndi skila miklu meiri upplýsing, eða meira creativity og miklu betra stöfi, sko. En nýðingar og blóðsugur heimsins er ekki sammála því. Maður var að gera sér þátt bara hérna gömlu pælingarna mínar. Þetta eru við fólkið, naut heimsk. Þetta eru bankar og fyrirtæki, corporation og Blackwater og allt það. Þeir sjáum að blóðga þig. Þetta er elitan. Þetta er kannski að setja nafnið mitt hér. Þetta er global elitan og þetta er median og stjórnmálin. Já. Gamlar Facebook myndir, getið séð þetta á Facebookinu minni. Þannig að nóg er að taka. Það er mörg að taka og það eru miklar sorgir í heiminum. Miklar sorgir í gangi. Og þetta ofbeldiskerfi er hálfgert ógeð. Það nær einhvern veginn alltaf að lifa því það drepur alltaf af sér gott fólk. Rannsóknarrétturinn og kaþólsku þjóðamorðar og útrýmingaherferðirnar snerust það að útrýma fólki sem hafi fundið þetta sem ég er að segja. Og þess vegna þegar þeir fóru til Bandaríkjanna þá ákveður að vera með svona Melissa-kerfi þar sem þeir myndu verja sig sjálfur. Og það er þetta sem að fólk skilur ekki. Það er í fiskabúri heimskunar. Þannig er nú það. Ég ætla að taka hérna smá korter með fjölskyldunni. Takk fyrir komuna. Munið að styðja mig og við sjáumst væntanlega næsta föstudag klukkan 7. Segðu það. Takk fyrir og bless.